komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækinu. Já, góðan dag. Nú eiginlega orðin bara frasinn, svona óvart, hefur einhvern veginn þróast þannig. Það ágætt Birkir og Leifur sem að heilsa ykkur og já, áður en kynum minn gestinn eldsnögt, hvað ertu með í glasinu þannig Birkir? Ég með kalda. Já, að vanda. Ég með þann, já, vanda það er rétt verð. Ég er með þann klassíska í kvöld. Já, það er svo klassíski, hann er hrikalega góður. Ég er meir í núllarunum en kaldi í öllum sínum litum og búningum, alltaf góður. En gestur okkar í kvöld er Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Gaman að fá þig. Já, sömuleiðis. Langt síðan ég kom síðast. Já, það er nefnilega allt og langt síðan. Við vorum að tala um síðast. Já. Sko, við vorum að tala um hann komst fyrir þátt. Það eru 15 mánuði síðan og þá mætti hann með Marin og Erni í Tryggvasinni sem tala um að sé ekki eftir að mjólka döða kú. Benedikt sjálfur kom fyrir meir en 2 árum síðan, hann að það var löngu komið tíma að fá hann aftur. Erum líka að fá hann sjóðandi heitan inn, hann var með glæsilegt erindi á SFF, þarna mjög flott ráðstefna hjá þeim í dag sem að vera að tala um þessa fyrirlegu skattahækkun á bankana. Rosa gaman að halda ráðstefnum skatta. Spennandi mál. Já, en hvernig gekk þér að flytja erindið þitt? Vel, ég flutti að mikil samfæri vegna þess að ég náttúrulega búin að starfa í þessum bransa í 28 ár. Ég telum við vita nokkuð vel hvernig hann virkar og hef ágætis þekkingu líka erlendis frá á því hvernig fjármálafyrirtæki þar starfa. Þannig að ég var svona í rauninni að draga það fram að það starfsumhverfi sem við höfum búið okkar fjármálafyrirtækjum í dag er að fara að vera ansi mikil áskorun fyrir samkeppnishæfni Íslands. Það kemur í ljósa að við erum að skattleggja fjármálaþjónustu langt umfram það sem er gert í nágrannalöndum okkar og þetta eru allt sértæki skattar umfram það sem hefðbundi fyrirtæki borgi skatta. Og ég var að benda á það að fyrirtæki borgi ekki skatta, þau innheimta skatta og annarkvort eru hlutafar eða viðskiptavinir að greiða þetta eða einhverju samblandi þar á milli og það vill bara þannig til að þetta er nánast sami hópurinn því að almenningur í gegnum eignarhald sitt sem er aðalega í Íslandsbanka eftir útboðið þar sem almenningur tók mjög stóran þátt í söluferlinu þar og auðvitað gegnum ríkissjóð sem á Landsbankan og svo síðast en ekki síst í gegnum lífeyrissjóðana á einhver 76 eða 78% af þessum fjármálafyrirtækjum. Þannig að ef hlutafar að borga það, þá er það almenningur. Ef viðskiptavinir að borga það, þá er það endanum almenningur líka. Heldur betur og við fengum nú þessa glæsilegu kynningu í hendurnar og munum svona stikla á stóru bara þegar líður á kvöldi og svona tökum þetta topic fyrir topic. Þarna var á ráðstefnunni náttúrulega ýmsir þingmenn og svo náttúrulega fjármálaráðherra sjálfur. Talar fyrir döðu meirum heldur að menn sé að fara að hlusta og menn og konur? Ég held að þetta sé nú grunninn ákveðið. Það er búið að setja þessa fjármálaáætlun fram og eyrnamerki þessa skatta og þannig að það er kannski einhver vorkunn að það er verið að reyna að reyka hallarlegs fjárlög en það er eins og ég nefndi, það er búið að leggja ansi mikla skatta á þessa starfsemi og það þýðir auðvitað að einhver þarf að borga það. Já. Og ég held að við gerum ykkur ekki alltaf grein fyrir því einmitt hversu mikilvæg fjármálaþjónusta er fyrir okkur. Við höfum þetta byggt okkar hagvöxt og velsæld meðal annars á öflugri fjármálaþjónustu og miðlað fjármagni á milli sparifjáreigenda eða innlánseigenda og þeirra sem þurfa fjármagn til fjárfestinga og okkur hefur tekist á undraverðum tíma að byggja upp einn bestu lífskjör í heimi og það hefur verið byggt fyrst og fremst á fjárfestingu, góðri fjárfestingu sem hefur skilað nýjum verðmætum eða útflutningsverðmætum, nýjum störfum og þannig hefur við elt okkar samfélag. Og það er stórmerkilegt að svona lítil þjóð sé með kauphöll og verðbréfaskráningu og sé með svona sterkan aðgang að alþjóðlegum fjármálamörkuðum því að þetta sækja bæði þessi fjármálafyrirtæki ríkið sveitafélög í einhverjum tilfellum veitufyrirtæki og stærri fyrirtæki landsins sækja sér fjármagn erlendis, beint. Og það þetta er eins og einhver svona lítil borg í Bretlandi að hún skuli vera með alla þessa innviði, þar með talið þessa fjármálainnviði,
bara stórmerkilegt. Sko árum við förum í kjötið á beinunum, ég mjög spenntur að ræða Benedikt, þá náttúrulega hann með smá glaning fyrir fram að sig. Jú. Sem að, ef þú segir okkur frá Hapatrið að meðan Benedikt opnar sína, sko kannski byrjum að Benedikt, hvað vonar að sé þarna? Hvaða lið á háum viltu að, hvaða treyja langaði? Sko ég hef gegnum tíðina verið mikill stuðningsmaður Englands. Ok. En það hefur aðeins fjarað út seinni ár þegar ég fór að skilja það betur að England, það svo mikil hefð fyrir sko þessari klubunum og samkeppnin sem á milli klubbana og svo ertu náttúrulega með grimmustu fjölmiðla í heimi í Bretlandi eða Englandi og þá tekst einhvern veginn ekki búa til liðsheld út úr landsliðinu. Nei. Bæði eru fjölmiðlarnir stöðugt ykkur niður yfir og svo svona innbyrðis tókstir þetta og maður hefur heyrt sögur af því einstaka leikmenn hafi sagst sko bara, ég klúðraði vítaspyrnu sem betur fyrir að vara bara fyrir England en ekki fyrir Liverpool. Einmitt, já. En þannig að í seinni tíð hef ég nú bara svona bara hrifist af þeim liðum sem að mér hef fundist vera spræk í upphæði móts. Belgar voru ofta fyrir mótum, fannst mér skemmtilegir og Spánn hefur alltaf verið einhvern veginn svona velspilandi lið. Þú ert auðvitað Liverpool maður. Já. Þannig að hver er uppáhaldsleikmaður í liðinu sem að fara að spila HM? Já, það nú enginn í enska landsliðinu ef maður rétt, því miður nema hann þessi ungi, hann verður reyndar sennilega ekki kallaður inn. Já. Ætlum að verði þá ekki segja Dijk, hann alltaf svo mikill leiðtogi. Og Egyptaland. Já. Salah. Já. Jú, hann heldur náttúrulega alltaf með honum. Ég fannst leiðilegt að þetta síðasta ár skildi enda svona hjá honum. Af því að sko þegar maður fer á YouTube og svona og að skoða myndböndin þá áttar maður að segja að maður hefur átt svo margar stundir svona góðar, glaðar stundir sem hann hefur skapað Salah fyrir okkur, Liverpool aðdáendur og þess vegna var það svolítið leiðilegt hann á ekki að kveðja hann hefði ekki að kveðja klubbinn og aðdáendun kannski ekki nægilega vel af því að þetta síðasta tímabil var svolítið vonbrigði fyrir alla. Mér heyrist hann alltaf bara að byrja að halda með liðinu sem hann far svona dregur. Já, en svo Þýskaland, það alltaf solid og örugt að halda með Þýskalandi og það eigum við nú leikmann, Liverpool, Wirtz, sem að virðist alltaf spila vel með með Þýskalandsliðinu. Þetta hjálpa hann með þetta leiður? Já, hvernig? Þetta eitthvað gáta. Þetta er undir, já. Þetta er gestasveit. Þetta er borðið sem við rifið. Já, þetta er vel pakkað. Já. Annars hvetjum við alltaf til að fara í Hagkaup og næla sér inn að Hapatrið. Já, nú fyrir hver að vera síðast og mér skilst að þetta sérist bara svona lumur. Já, ég var bara heppinn að fá þessa handa Benedikt. Þetta eins og bara, maður líður eins og jólunum bara. Herðu, þetta blátt í þessu? Nei. Það er Skotland. Það er Skotland, mér sýndist það, já. Þessi glæsileg. Það er auðvitað ótrúlega gaman að fylgjast með Skotum líka. Það er svo mikil ástríða í þessu hjá þeim. Ástríða umfram gæði. Og já, ég verði þá ekki bara að halda með Skotland. Já, þessi líka krægi. Já, skemmtilegur litur í þessari. Gamli krægin hérna. Og ekki Umbró eða þá eða? Já, segð þú okkur. Þetta er með þessu Umbró krægi. Já, þetta er hann. Já, þetta er fallið. Takk fyrir. Þetta er ég. Sonur mér verður ánæður, hann er mikill, hann er að safna treyjum. Ég kannski lána honum. Líka. Til að slúta fótboltanum, Arne Slott farin sáttur eða ósáttur við það? Ég er bara sáttur, held ég. Já, þetta var komið gott. Já, ég held sko að ég vildi sem aðalega bara fá mjög góðan þjálfara. Þetta harta refsa manni sem að landaði fyrir okkur titli árað undan. Já. En það var ekki reynilega bara komin eitthvað gjá hana á milli leikmanna og þjálfara og þegar þú komið með svona dýra leikmenn þá verður þetta alltaf flókið máli. Ég held að Liverpool hafa aldrei verið með svona marga dýra leikmenn. Já, og komið í stríð við stærstu stjörnina þeirra. Já, nákvæmlega, einmitt. Já, herru. Já, erum einhverjir farnir að rífa hárun úr sér að hlusta á þetta við sem að það er fótboltanum, en ég verð fyrst að vera með bankastjóri setti að spyrja þú veist, fyrir tímabili heldur allir að Liverpool vera að fara valda yfir þessa deild en það bara búin að styrkja sig með frábærum leikmönnum. Af hverju völdu þið ekki yfir hana? Nei, ég var skeptískur. Ég fann einhvern veginn á mér að það væri þetta voru ennþá klopp áhrif en ekki slott áhrif sem voru tímabili undan. Svo bara verður það að segjast eins og að þetta áfall af þegar Jóta fellur sviplega frá
og þær breytingar sem voru á liðinu, leikum sem fara, að það var svona einhvern veginn, var bara strax einhver merki, það tekur auðvitað líka dálítinn tíma að spila saman nýju liði þegar þú gerir svona margar breytingar. Og þá þarf að leggja ekstra hart að sér æfingum og það greinilega bara náðist ekki. Nei, sameiningin gekk ekki nógu vel. Gaman að sjá. Sameininguna við Kviku. Þú komst til okkar síðast í mars 2025 fyrir 15 mánuðum síðan. Ímislegt gest síðan þá. Var ég þá að tala um einhverju sameiningar? Nei, ég voru svona að lesa það. En hann svo, Benedikt, þú voru að tala samþjöppun á fjármálamarkaði, hún nauðsynleg. Já, ég hef verið að benda á að hér fákeppnismarkaður, en það ekki skortur á samkeppni. En við búum hins vegar við það að vera að starfa undir sama regluverki og önnur Evrópuríki, og það kom nú fram á þessum fundi í morgun að regluverki sem sagt 96.000 síður, ég held að ég verið að tala um ykkur, það líklega 15.000 bálkar en það eru 96.000 síður og þetta orðið mjög flókið og viðamikið regluverk og við erum með reka einn minnstu fjármálafyrirtæki, minnstu kerfislega mikilvægi bankar í Skandinavíu, Norðurlöndum eru hér og ég hef þá verið að tala fyrir því að sko ef það ekki skortur á samkeppni að þá kannski leið til þess að reyna að minnka kostnaðin í kerfinu sem mikill og svo kostnaðarlækun myndi skila sér til viðskiptavina og reka þá færri öflugri einingar sem þó eru pínulitlar en eru enga síður að keppa mjög hart og inn í þessar viðræður og samtal við samkeppniseftirlit fórum við með þessi rök. Samkeppniseftirlitið var mjög skýrt með það að það væri að brattan að sækja. Það var, ég held að hverju meinasta fundi hafi lokið þannig, það að brattan að sækja og það var þá svekkjandi að þessi rök sem lögðum að borðið voru ekki tekin með í þessari ákvörðun en þetta þessi samkeppniseftirlitið gaf það sterkt í kynna að það er mjög erfitt að samþykja þennan samruna sérstaklega með þeim úrbóta tillögum sem við lögðum til og það hefði þurft að koma það mikið til að rauninni gekk samrunin ekki upp svona út frá hlutum begge félag. Eitt sem ég hóftir sem bæði kynningunum og sem kemur núna talandi smæð bankarinn í Íslandi sko þið varu undan þegin sko bankaskatt í Svíþjóð með starran eitthvað, ekki skilja rétt? Já, við erum það lítil að bankaskatturinn sem hefur sko á Íslandi þá það bankaskatturinn laður á efnahagseininga yfir 50 milljörðum ef maður rétt. Þannig að fyrstu 50 milljarðarnir á skuldahliði að þetta er lagt á skuldir bankana. Fyrstu 50 milljarðarnir borga ekki skatta. Að þar er skattþrepi eða lágmarks frítekju eða frískattþrepi eða hvað það heitir. Það er svo hátt að enginn myndi borga skattana í Svíþjóð og annað sem hefur ekki verið haldið mikið á lofti að svo skattgreiðsla sem að sænskir bankar borga er svo frádráttabær frá tekjuskattinum, þessum hefðbundna, sem það er ekki og það er hluta til ástæðu þess að fjármálafyrirtækin hér er að borga svona mikið af sköttum, af því að bankaskatturinn er ekki frádráttabær og svo borgar bara tekjuskatt á hagnaði eins og hann væri fyrir greiðslu bankaskatts. Þannig að það hefur verið að tvískatta þarna hluta hagnaðinum. Leifur, halda áfram, ég ætla að ganga frá treynu fyrir hann. Á ég að gera eitthvað? Gengur í öll störf hérna Birkir, ánægður með þig. Sko, samkvæmt heimildum var mat SKA Kvika skipti svo miklu máli þegar kemur að samkeppni í einkabankaþjónustu og eignastýringu að samrunin væri ekki fýsilegur. Var það? Nei, það var nú aðalega bara Kvika væri mikilvægt samkeppnisafl á markaði og því þekkið innreiðið er á innlánamarkaði gegnum auði innleiðin á greiðslumarkaði gegnum Aur og Netgyro það má segja svona geta þeirra til þess að rúla út sniðum fjártæknilausnum til tilkostnaði og var metin þannig og þær vörur sem við höfum eftir að sjá frá þeim að það væri mikill skaði fyrir að það væri söknuður af því skulum orða þannig ef þetta myndi hætta streyma frá þeim. Hvað, sem sagt að því að þeir sögðu nei án að segja nei með því að leggja á okkur þessar miklu hvaðir ef við skiljum rétt. Hvað fólu þær í sér meðlans? Það var bara þannig að við hefðum sko, þá hefði þetta fjárhagslega ekki gengið upp fyrir okkur af því að þið horfum á efnaðseining Kviku þá er langstærsti fjármögnunarleið þeirra eru innlánin í auði
og síðan stærsta lánasafnið þeirra í Bretlandi og ef þú ferð að höggva sneiða þetta eitthvað í sundur og það verður mjög erfitt að setja saman nýjan efnahagseining. Já, ég held að þetta svari spurningunni. Já, en þú talar að þið hafið alveg teygt ykkur ansi langt. Áttu að gefa út hvað var sem voru tilbúin að gefa eftir? Nýja, það voru bara ýmis skonar, hvað maður segja, lofórðum að bæði keppa hart áfram eins og við erum alltaf verið að gera og fjárfesta í þessum vörum og nýjum vörum sem að myndu veita samkeppnislegt aðhald og ná markaðshlutdeild. Já. Og ákveðin svona þjónustu lofórð því tengdu. Já. Þá spyrir maður sig hvert lítur nú? Ytri vöxtur, hann að drabbast niður eða aðra lægið fær? Með þetta við kannski ekki, sem mikilvægt að draga fram að þó að þessi samruni hefur verið samþykktur, þá hefur við ekki orðið stærsta fjármálafyrirtæki landsins. Við hefum verið nokkru minni en Landsbankinn og Landsbankinn það fjármálafyrirtæki sem hefur stækkað mest, bæði prósentulega og í milljörðum á síðustu kannski 6-8 árum. Gengið bara vel að efla þeirra starfsemi og komin inn á svið trygginga, færsluhirðingu, eru þetta í einkabanka þjónustu fyrir efnustu Íslendingana, fyrirtækja ráðgjöf, fjárfestingabanka starfsemi, margt sem að maður hefði haldið að svona samfélagsbanki ætti kannski ekki verið í. Kannski ætti ríki bara eitthvað fleiri banka? Nei, ég held þú fór ekki á þarna. Ég myndi ekki mæla með því. Ég held að fjármálastarfsemi í grunninn bara átur ekstur og ef þú ætlar að nota þau rögg á þessa starfsemi þá gætur sagt ætti þá ríki ekki bara eitthvað flugfélag og fyrirtæki smásölu og vera bara með velas eftirlit öllu. Akkurat. Já. Maður ósangjandi ef maður spyrði bara hreint út að því eins og talar eiginlega allir fundir endur á þetta verður á krappan að sækja reynduðu of lengi? Eða það hefur kannski þurft bara gefast upp? Nei, við lögðum mikla vinnu í þetta. Við vorum með erlendar ráðgjafa með okkur sem að sóttu fordæmi erlendis frá, drófu fram ýmsa úrskurði eða mál sem töldum vera fordæmisgefandi og svona hvernig samkeppniseftirliti í hinnum ólíku Evrópuríkjum sem eru stór en eru með fákeppnismarkaði eins og Írland til dæmis í bankaþjónustu þar sem að bæði íbúðalán og sparnaðarinnlán og innlán eru þjónustu á fákeppnismarkaði. Það eru bara 3 bankar í rauninni sem að veita þá þjónustu og nú önnur lönd eins og Malta sem litlu stærri en Ísland sem að eru glíma við sömu mælikvarða þegar að vera að mæla fákeppni að HHI-stuðlarnir eru háir en fákeppni ekki sama á skortur og samkeppni og þá farið að horfa aðra hluti eins og hreyfanleika og við vorum auðvitað bara að reyna að draga fram þessi sjónarmið og eiga þetta samtal og við bara þakklátt fyrir það hversu mikið tíma samkeppniseftirlitið gaf sér í þetta mál og greindi það vel og skoðaði markaði mjög vel og var afgerandi í svarinu við það var það sem var búið að lofa okkur að við fengjum svar eða leiðsögn það hvort þetta væri hægt eða ekki. Var eitthvað sérstætt sem var punkturinn í þannig að þeir ákváðu að slúta þessu eða var bara allt fullreynt? Já, þá var þetta bara í rauninni fullreynt. Það áttu okkur á því að mótvæði sagirna þyrfti að vera svo viðamiklara að það væri í rauninni, það þyrfti þá bara að fara aftur á teikniborðið og okkar tillaga og þetta áformaskjal sem við skrifum undir með Kviku gerði ekki ráð fyrir því að öðru en að í grunninn væri lítið af eignum eða efnaðsendingu Kviku sem þurfti að fara af efnaðsendingunum til þess að samrunni er samþyktur. Þú talaður það í kynningunum að þú tala hreyfanleika neytenda hreyfanleika þetta 48% á Íslandi á síðustu 5 árum samborið við 29% hjá ESB og 31% hjá Norðurlöndum sem talaður í dag það hlýtur að teljast heilbrigð samkeppni eða hvað? Já, þetta einn mælikvarði á það og annar mælikvarði svona bara til dæmis hvernig hæstu óbundnu innlán fylgja stýrivöxtum. Sá mælikvarði bendir eindregið til þess að þessi mjög góð samkeppni á þeim markaði líka og ég held að það sem að okkur hefur tekist hér þáttur lítinn markað að við erum með svona tæknilega mjög þróaða þjónustu samanborið við Evrópu og hún algjörlega á pari og í einhverju tilfellum betri heldur en á Norðurlöndum sem mjög framalega í þessu í Evrópu
og það sem annað og það má alveg hrósa samkeppniseftirlitinu fyrir það að í samkeppnisátt sem að gera 2017 við bankana og þá voru þeir skyldaðir til þess að veita daglegar upplýsingar verð á sínum vörum og þjónustu og gera þá stöðluðum hætti var til dæmis til síðan Örbjörg upp úr því þar sem að þá neytendur eiga mjög öll með að bera saman verð á einstökum þjónustuþáttum og eins var lántökugjald það var kveðið á það lántökugjald á íbúðalánum væri endurspeglaði bara raunkostnaðin var ekki reiknað sem prósent af fjárhæð lánsins sem gerir það verkum að skiptikostnaður eða endurfjármagnarkostnaður orðið mjög lágur og það eins og við þekkjum bara orðið hálfgerð þjóðarsport að endurfjármagna íbúðalán og þessar tölur benda til þess sama þegar þið mælið tryggingar ég held að hver Íslendingur getur talað fyrir sig að síðustu 12 mánuðum hafa örugglega 1 eða 2 jafnvel 3 tryggingafélög haft samband og búið að gera tilboði tryggingar og það segir sér sjálft að það bara mjög virk samkeppni og þar til dæmis getur þú sagt upp tryggingunni fyrir rauninni tíma tryggingarinnar og farið endurgreiðslu á því sem þú átt eftir og ef þú borgað trygginguna fyrirfram þá farið þannig að endurgreita ef þú ferði yfir í annað tryggingafélag þannig að myndi segja hreyfanleikinn auðvitað ástæða er afleiðing af því að það er búið að taka ákveðnar réttar ákvarðanir varðandi þetta til dæmis, bæði með hvað kostar að endurfjármagna föst tala, lág tala, þannig lag og eins með tryggingarnar og síðan þessari öflugu stafrænu þjónustu sem að gera þetta mjög einfalt í grunninn. Já, klárt. Klárt mál. Arðsemi Arion banka Q1 uppgjörið sýnir 7,3 milljarða hagnaði eftir skatt, 30,9% arðsemi eiginfjár, árið í heild 32,5 milljarða hagnaður. Árið 25, já. Já, árið 25 fyrir Rísastóru tölur. Ég ætla að segja, þetta ekki bara himna tölur? Rísastóru tölur. Jú. Það og ég skil, ég pyrra mig ekkert á því þegar að koma græddi 7 milljarða á síðasta fjórðungi. En allar tölur verður þetta að setja í samhengi. Og þá verðum við að setja það í samhengi við það að eftir 2008 þá ákveðum við endur þess að hér fjármálakerfið og gera það að mynda brag og tryggja það að okkar fjármálafyrirtæki væri mjög burðug, bæði einfjárlega, lausafjárlega og rekin vel þannig að svona áfall kem ekki fyrir aftur og þá er það bara svo staðreynd að ef ég mann tölur rétt þá erum við með 220 milljarða af eigið okkar ekstri og all bankakerfið eða þessi 3 bankar Landsbanki og Íslandsbanki voru í ásloku fyrra með 751 milljarð af efnislegu eigið í sínum rekstri og ég sýndi fram á það í kynningunum dag að ef við værum að starfa í Svíþjóð þá værum við með innan við helmingin af þessu, við værum með kannski rétt rúmlega 100 milljarða bundna í okkar rekstri í staðan fyrir rúmlega 200 milljarða og ef við værum að starfa í Noregi þá værum við með svona 100 og kannski 30-40 milljarða. En er þetta ekki er þetta ekki líka hlut til þegar þú komst til okkar að þetta er á okkur 0% vöxtum einhver hlut af þessu, eða er ekki eitthvað svona? Já, ég skal koma inn það er enn gjaldtakan sem er á Íslandi einmitt, en síðan síðan er það þannig að þetta er efnislegt eigið þetta er þegar þú stofnar hlutafélag og þú setur 500.000 krónur inn í hlutafélagi þá borgar 500.000 krónur það fer inn á bankareikning og það byrjar að bera vexti. Í okkar tilfelli eru þetta eru peningar efnislega eigið eru bara peningar þeir eru geymdir í Seðlabankanum eða þeir eru lánaðir út þannig að þessi peningar, bara eigið ber að lágmarki þá rentu sem Seðlabankin borgar á innlánsreikningi bankana, þannig að það sem ég var að draga fram af 92 milljarða hagnaði bankan í fyrra þessari 3, þá voru 58 milljarðar að bera ef þetta voru stýrivöxtum Seðlabankans, þá eru bara 58 milljarðar í vexti af þessu eigið fé og það eru þá 34 milljarðar sem að öll þessi starf sem er að skapa umfram bara það eigið fé og ávöxtum sem það ber í reksturnum. Síðan er það rétt sem að Birkir varst að nefna að Seðlabankinn er með bindiskylda er óvaxta berandi kvöð á bankana og er eins og Tómas Brynjóls var Seðlabankastjóri útskýrði erindinu sínu til þess að fjármagna meðal annars kostnað við gjaldeyrisforðann og þá staðreynd að Seðlabankinn er í öfugu vaxtamuna treyti, er að borga bönkunum vexti á þetta eigið fé og allt á annað lausa fé
en sjálfur að binda sitt EIF í erlendum eignum gegnum gjaldeyrisforðan og sem ber miklu lægri rentu og þar eru einhver 5,5 milljarður þannig að ef ég dreg það frá vaxtatekjunum 58 þá kemst ég upp í 41 milljarður sem að all þessi starfsemi að skapa það einhver, þú veist, rúmlega 5% það ekki háarðsemi það bara ekki háarðsemi og hún því miður svona helmingi lægra heldur en þekkist á Norðurlöndum og halda því fram að til að mynda, þú veist, að lækkun bankaskatts hafi ekki skilað sér til viðskiptavinna ég bara finn því ekki stað í þessum tölum og halda því fram að þessi ykkur overhagnar þessi starfsemi bara ekki rétt og ég held að við ættum frekar að hafa ágjör að því að arðsemin sé ekki nægilega því að fyrirtæki sem hafi ekki nægilega arðsemi verði vandræði með að fjárfesta í sínum rekstri og þróa sig áfram Já, sko, maður verður að spyrja þig, sko, að því að við erum nú svona hægri þengjandi í lífinu við Leifur, sko, að þarna og við veit að Benedikt reksta þengjandi maður líka og stýrir einu farsælasta fyrirtæki á landinu, Arion banka. Ekki skrítið að vera fórstjóri fyrirtæki þar sem þú þarf til að verja hvað þú ert með þessa arðsemi og því langar að sjá hana betur þar til afsaka, nei, þetta ekki það góð arðsemi. Jú, og ekki bara það heldur að verja í rauninni störf okkar starfsmanna og tilgangin sem í þeim og ég bent á það einmitt í dag líka að neikvæð umræða þessa starfsemi veldur því að lánshæfisfyrirtæki Moody's með rauninni til lækkunar í lánshæfi viðhorf bara til þessara starfsemi á Íslandi sem á sig kannski auðvitað skýringar í því sem gerist í 2008 en og það neikvæð viðhorf veldur því að fjárfestar erlendir jafnt sem innlendir velta því auðvitað fyrir sér en frekar heldur með önnur fjármálafyrirtæki í öðrum löndum hvort að þessi skynsamlegt að fjárfesta í þessu bæði kaupa skuldabréf eða hlutabréf í þessum félögum. Þannig að jú, ég myndi segja að við höfum verk að vinna. Ég ávinna okkur traust, þetta traust þú ávinnir traust en ég skrifaði nú ágæti grein í áramótarit viðskiptablaðsins og vitnaði þar í Jón Ólafsson sem að skrifaði fyrstu kennslubók viðskiptafræði. Hún kemur út 1905 eða 7 ef maður rétt og þar hann að fara yfir það að vélbátavæðingin í Íslandi sem að breyttu þetta mjög miklu okkar hagkerfi, við fórum að veiða meiri fisk og flytja meira út og skapa meiri verðmæti og ég halda að Þingholtin til dæmis hafi byggst upp svolítið á þessum fjármunum og víðar bara land og að hún knúin áfram af fjármálafyrirtækjum sem voru þá nýlega komin upp og miðluðu fjármagni og tryggðu það að var lánsfé til þess að kaupa þessi velbáta erlendis frá og svo bent hann á að þú veist, þetta væri mjög mikilvæg starfsemi fyrir svona sjálfstæða þjóð. Já, en eins og ég segi, það hlýtur að vera stórfurðulegt að hugsaðu stundum þú ert að skila frá þér einhverju ársfjórðungsuppgjöri bara, djöfull, það verður allt brjála og hvað það gengur vel hefur. Það hefur alveg komið fyrir, út af þessar umræðu en maður á líka bara að gleðjast og ég meina auðvitað að mínum að eina ástæðan fyrir því að við erum með lægri arðsemi hér af fjármálastarfseminni heldur en annars staðar á Norðurlöndum bara það hörku samkeppni þannig að ég kannski maður verður að setja þetta alltaf í samhengi við samkeppnisaðila og ég segja að þetta gaman þegar það gengur vel en það ekstra gaman þegar okkur gengur betur en samkeppni. Já. En þið þurfið ekkert að vera í fyrirleik ef það gengur vel, sko, við Leifur maður að ræða þetta á hún komst Benedikt, þú veist að ég alveg, ef við gefum okkar Landsbankin eigi að vera einhvers konar samfélagsbanki, ég skil að hann í ríkiseigu og eiga undir eðlunum kringustam að vera með lága vexti fyrir fólk í landinu, en þið eru bara félag á marka, þið hlýta öðru reglum. Haldið það, já, meina, það má svo segja, í nýja kapitalismanum þá eru haghafarnir fleiri en einn, ekki bara hlutafarnir, það eru þetta viðskiptavinir, starfsfólk og svo samfélagið allt og mér finnst þetta ágætis breyting á þessari kapitalísku nálgun sem þó mjög mikilvæg í öllum hagkerfum að það séu arðsemi sjónarmið höfða leiðarljósi og þessi vanda til rekstrar og þessi sjónarmið eiga sko sérstaklega við opinberan rekstur, það sem að vera að fara með skattfé borgarana þar verður að vanda ekstra vel til verka, af því að það mínum að eitt mesta ábyrgðarhlutverk sem að einstaklingur tekur að sér að fara í stjórnmál
og taka þátt í að ráðstafa þessu skattfé og það þarf að gera með ábyrgum hætti og skynsumum. Já, klart. Sko þessu tengt, nú verður þetta ofsagróði hjá vondu bönkunum. Indó skar auðvitað upp herur gegn vondu bönkunum af því að það var hægt að reka banka miklu betur og ábyrgari hátt og allt það. Svo eru þeir að byrja innheimta á erlendis eða kortafærslur erlendis og eru hægt og rólega bara að færa sig í þetta módel sem að allir starfa eftir. Já, en samt að bjóða betri verð og komu inn á þennan marka að krafti og ég held að séu mjög fá fjártæknifyrirtæki í Evrópu sem hafi náð jafn mikilli markaðshlutdeild og jafn mikilli svona miklum vörumerkja styrk. Það er staðreynd að Indó er sem sagt, það vörumerki bara í allir í þjónustu til neytenda sem að mælist hæst í vörumerkja styrk og ánægju. Það er bara ótrúlega magnað. En auðvitað þurfa módelin að vera sjálfbær og það fylgir auðvitað korta viðskiptum eða korta fæslum alls konar kostnaðar sem að þú kannski sér ekki alveg fyrir. Það eru svik sem að þarf að bæta viðskiptaunum. Það eru mismunandi kostnaðir eftir því hvaða rafbankaþjónustu þú velur hverjum stað og svo framvegis og þannig að ég skil vel að módeli taki breytingum en þetta er ennþá þetta er góð vara þessi debitkorta þjónustæðra. Það er allir vinir í skóginum sér. Já, ég fær ekki betur til að tala vill eitt mann. Kappal, vantar þið stuttbuxur fyrir sumarið? Kappal. Vantar þið skyrtu fyrir sumarið? Kappal. Hlýtur að vantar buxur fyrir sumarið? Kappal. Það er Kappal. Smáralind, Kringlan, Akranes, Keflavík, Egilsstaðir. Við erum fyrir Norðan og Akureyri, ég veit ekki hvað. Krónan. Við vantar hugmyndagóðu uppskrift eða þú ert að huglega út í einhvers konar hugleggingum það hvað ætti að vera í matinn, þá er uppskrift að vera krónunar málið og svo minnum við að sjálfsögðu á skannað og skundað en ef þú ert að versla fyrir 18.000 plus þá er það frí heimsetting. Já, og það vil nú svo skemmtilega til að þeir eru að gera allt frá grunni í lindum núna bara til þess að bæta þjónustustíð. Heldur betur. Og ég kíkti þarna við í framkvæmdirnar og sjálfsögðu var Ásta með puttar á púlsunum, mætt þarna að fylgjast með því hvort að allt væri ekki með kjörum og væri rétt. Og Guðrún var líka? Sá Guðrún reyndar ekki. Nei, líklega verið í vöru talningu. Líklega og Ásta var með hattinn þarna og hamarinn í annari og ég veit ekki hvað í hinni. Þannig ég þóri ekki að trufla hana sko, en ég sá að hún var í eldhúsinu. Í Íslandssjóðir. Fagmenn í eignastýringu. Þetta elsta sjóðstýringafyrirtæki landsins stofnað árið 1994. Ef þú vilt láta peningana vinna fyrir þig. Já, það voru Íslandssjóðir. Það voru Íslandssjóðir. Hvað sem þú ert, þetta er fullt af fyrirtækjum að núti sem er með lausafjörð. Þá er fínt að vera í lausafjörðsjóði og svo eru einstaklingar að núti. Og þetta er margfalt betri vextir heldur en bjóðast á hinum hefðbundna markaði. Já, það getur reynst vel að fjárfesta í sjóðum en sko svo er þetta líka þessi reglubundni sparnaður. Já, sem við mælum hygglust með. Orka náttúrunar. Mikil viðbót við hleðslunet ON við IKEA. Þetta stórbætt fyrir rafbílaeigendur, þjónustan. Já, urruðu þá til að þakka fyrir þetta líklega. Já, gleði mig. Af því ég keyri núna fram hjá IKEA á mótana. Þú gerir það, já. Og ég signi mig alltaf þegar ég keyri fram hjá af því ég veit að ON er búið stórbætt þjónustuna þarna. Sérðu applis einhverju leiðin? Já, 240 kW hraðhleðslu tenglar. Þau sem voru nú þegar á sveðinu sko. Já, þannig að það er bara staðan. Sko, ég ætla aðeins að halda áfram sko, hreina vaxtatekjur jukust 34% milli ára á Q1 hjá Arion, vaxtamurinn er 3,8% sem að gerðurgetni segir að sé mjög hátt. Já, þá ætla ég að segja, hver er vaxtamunur milli inn- og útlána heimila og fyrirtækja? Hann var sko 2,2% 2023, við sýndum þessu tölur. Hann er líklega eitthvað aðeins hærri núna og það er aðalúta verðbólgunni og við erum með skekkju í verðtryggingaröfni. En hvað kemur okkur þaðan, segjum að þessi 2,4, ég man ekki töluna fyrir síðasta ár, og upp í 3,8. Það eru vextinni sem eigi fyrir okkar bar. Sem er svona mikið, sem er sko 77% meira heldur en í Noregi og 144% meira heldur en sænsku bankandi voru með. Þannig að þetta er ekki spretti á milli eða hvað er að fá í innlánum og útlánum? Nei, þetta er bara eigi fyrir og svo náttúrulega í fyrra, það voru meðal stýrivextir í landinu 7,66%.
og þegar þú ert með í okkar tilfelli 220 milljarðar af eigið fé, þá þessi milljarðar fljóttur að koma á 7,66% vöxtum. Já, segðu það. Sko, ég spurti áður hvort líði bankum betur en í háu eða lág. Nú ég komið aðeins fleiri þættindur beltið, þannig að ég þarf ekki að spyrja því lengur. Já. Ég komið líka með svo góð svör frá þér, en ég ætla samt að spyrja núna, líður ekki bara ykkur eða öllum íslensku bönkum bara vel í 10% stýrivöxtum og maður hugsar, slítið ekki alltaf aðeins meiri vaxtamun eftir þessi stýrivextir hækka, því það auðveldara heldur en þegar stýrivextir eru 2-3%? Nei, ég held ekki. Ég held að samkeppnin sé orðið þannig að þið sjáðu bara hvernig til dæmis þessir óbundnu hávaxta innlánsreikningar sem við erum meira að komið með, við vorum ekki að keppi því fyrir en að við komum með fríðindakerfið og fríðindareikning því tengdu. Vorum að meira einbyrja okkur að bundum innlánum að þá sérðu bara, þú veist, þessi fylgni við hækkun stýrivexta hefur verið mikil. Vissulega hefur verðbólgan og hvernig hún á milli fjórðunga, hún hefur áhrif á þetta, en yfir lengra tímabil Seðlabankinn breytir sínu stýrivöxtum til þess að halda einhverju raunvaxta aðhaldi, þannig að það er aldrei svo að við séum með lítið raunvaxta aðhald sem þýðir þá mikla verðbólgu og stýrivextir ekki að fara upp í einhvern langa tíma, þannig að yfir lengri tímabil þá held ég að verðbólgu áhrifin séu bara, það eru fjórðungar það sem það gefur meira vaxtatekjur og svo fjórðungar sem gefur minni vaxtatekjur og ég sjálfur, eins og þegar við séð, engin aðdáandi verðtryggingar. Ég hef talað fyrir því nokkur ára að við eigum að komast út úr þessu kerfi og þá ætlum ég að fá að segja eitt, fyrst ég tek þetta, ég lít svo á að því ég sé að þið hafi verið það verið þema hjá okkur að fá svona eldri vitra menn, þannig að ég lít svo á að ég sé ennþá í þeirri kategóríu að Já, rétt. Er það ekki? Búin að vera á þessu markaði 28 ár og með mína skoðanir kollveginn fann að hækka að þú veist, það er ekkert land í Evrópu sem er með jafn víðtæka notkun á verðtryggingu. Það er ekkert land sem setur heimilinn inn í hennar verðtryggingaspíral og ég benti á það í grein að við erum með allt og víðtæka notkun á verðtryggingu. Ég veit ekki hvort það er söguna því þegar Hagstofan breytti hjá sér neyslutölunni, ekki sjálfri vísitölunni, heldur undirliðum vísitölunar, fór að færa til einhver ramastæki, fór yfir einhvern annan flokk og stækkuðu einhvern undirlið og minnkuðu annan. Þá stoppaði ekki síminn í Hagstofunni í 4 vikur á eftir, vegna þess að það voru svo mikið að viðskiptasamningum sem voru tengdir við einhver undirvísitölur. Já, ég er nú að selja ríkjunu rafmagnsborð eða rafmagnstóla og það er tengt við þessu undirvísitölu. Þegar við breytt henni hvað ég noti í staðinn, hvernig get ég byggt hennar samning áfram með þessu. Allir leigusamningar er meira verðtryggðir. Ríki meira segja og þau opinbera sveitarfélögin, þegar þau eru að gera fjárlög eða fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, þá er bara farið, já, þessi kostnaðarlegur, hann hækkar svona mikið, jafn mikið verðbólgan var og svo launalegurinn hækkum hann bara launavísitöluna. Það er bara allt einhvern veginn gert implicitly. Og síðan erum við með okkar stærsta kerfi á fjármagnsmarkaði, lífeyriskerfið sem á 40% af öllum fjármunaeignum í landinu hefur fjármagna beint og óbeint 42% af íbúðalánunum sem er einn af okkar stærstu mörkuðum, 3.000 milljarðar á 70% af öllum skráðum skuldabrjöfum, 85% af þeim skuldabrjöfum sem lífeyrissjóðirnir eiga eru verðtryggð, starfar í verðtryggðu kerfi. Lífeyrisgreiðslur eru verðtryggðar samkvæmt lögum, uppgjörskrafan er verðtryggð og þannig að ég hef verið að segja að reka síðan peningastefnu þar sem þú ert í rauninu með 2 myntir, þú ert með krónuna svo ertu með verðtryggðu krónuna. Þá er það svo erfitt þegar þú getur flakkað á milli þessara 2 kerfa að vera að nota stýrivexti sem eitthvað svona vopn þegar að til dæmis íbúðalánið í óverðtryggðakerfinu verða þér of kostnaðarsamt á hverju mánuði, hoppar bara yfir í verðtryggða og breytingin getur verið svo mikil að þú getur skellt inn einni helgaferð annarkvæmt mánuðin. Þannig að neyslumynstri breytist leið og þess vegna verða það virðist vera að við þurfum fyrst að hækka vexti, þá færist kerfið meiri yfir verðtryggt og þá þarf að hækka vextina aftur til þess að ýta raunvöxtunum upp og ég hef dálítið gánað, ég hitti mannudaginn sem að fór að laði fyrir mig spurningu. Ok, ég sammálaður að það er í grunninn, við erum að reka 2 myntir í okkar landi, krónu og verðtryggða krónu. Hefur veltið fyrir þér hvernig verðtryggða krónan kemur út á móti hinni krónunni?
og berða síðan sama við bara myndir í okkar helstu viðskiptalandum. Ef þú fer 40 ára aftur í tíman, hvað heldur þú að verðtryggða krónan hafi, hvernig hefur hún hækkaði verðgildi á móti óverðtryggðu krónunni? Og berðu það svo sama við bandaríkjadollar, pund, dönsku króna, sænsku króna. Og ég sagði, verðtryggða krónan hefur líklega komið best út. Nei, langbest. Og þá ætla ég að lesa hérna, ég fór svo bara í útrenningin og senda honum. Gamli kalli komið gleru. Já. Og kvittanir. Hvað ertu með hann annað? Frá því janúar 1986 þá hefur verðtryggða krónan tífaldast á móti óverðtryggðu krónunni. Á sama tíma hefur bandaríkjadollari ekki nema tæplega þrefaldast í verðgildi á móti óverðtryggðu krónunni. Pundið er búið að hækka 280% á móti óverðtryggðu krónunni. Frá því hvenær fyrir ekki það? Frá því í janúar 1986. Já. Danska krónan er búin að fjórfaldast á móti óverðtryggðu krónunni og sænska krónan er búin að hækka rúmlega 200%, 236%. Þannig að verðtryggða krónan er frábæra eiga vonlaus að skulda. Og það sem er áhugavert að ég fór síðan að bara velta fyrir mér, inn í þessu eru verðbólgu árin hérna til 91 þegar þjóðarsáttin kemur og svo eru við með 2008 og verðbólgan sem kemur þar í kjölfarið og í aðdraganda. Þannig að brjótum þetta bara upp í 4-10 ára tímabil. Þá kemur í ljós frá 86 til 96 þá hækkaði verðtryggða krónan á móti óverðtryggðu krónunni 161%. Danska krónan fór upp 141%. Hinar myntirnar voru undir 100%, 60-70%. Frá 96 til 2006 þá var verðtryggða krónan upp 43%. Allar hinar myndirnar lækkuðu á móti óverðtryggðu krónunni nema pundir þetta, 9%. En verðtryggða krónan 43%. Svo kemur hérna tímabil frá 2006 til 2016 þar sem að verðtryggða krónan hækkaði ekki nema 72% á móti óverðtryggðu krónunni. Þá var dollarinn að hækka 109% og við erum að tala þetta eru árin, þetta er fjármála hrunið. Pundið var hins vegar að skila minnu heldur að verðtryggða krónan, 68%. Danska krónan, hún var öflug 87%, sænska krónan 86%. Svo kemur, haldið ykkur nú, hérna gullaldartíminn frá stöðuleika framlögunum og til dagsins í dag. 2016 til 2026. Verðtryggða krónan. Heldur hún áfram að performa 56%. Þannig eru allar myndirnar að veikjast á móti óverðtryggðu krónunni nema danska, hún er alltaf furðu sterk. Hún hækkar 3% á 10 ára tímabili á móti óverðtryggðu krónunni. Þannig að ég held að við séum með mynd sem er bara sterkasta mynd í heimi, verðtryggða krónan. Ég mæli með að kaupa hana. Já, droppa þessu blaði hérna. En ekki skulda hana. Já, Benedikt tala 2 tungumál, það er íslenska og það er staðrendir. Við getum ekki með góðri samvinsku leftum að skipa sér í flokk með eldri mönnum hérna sem að hún sínstu þetta. Já, hann lítur alltaf út í það. Að taka þetta í mynd. Sko, Leifur kom aðeins inn á þetta í byrjun, náttúrulega í þessu erindi í dag, við erum náttúrulega að vera að ræðina fyrir það bankaskatt. Sko, Þóru Snær er nýji óvinniðinn, þeir eru núna í einhverjum ritdeilum. Já. Þetta var svo sem ekki beint gegn honum, en hérna. Það var skemmtilegt. Þú hefur sagt að þegar bankaskattur lækkaði 2020 skilaði sér hratt til neytenda. Þá spyrum við þessi bara móti, þetta fer í gegn á næsta ári, þessi bankaskattur, mun að skila sér líka hratt til neytenda? Ég veit það ekki, ég held að samkeppnin er bara að leiða það í ljós og hérna við sýnist með hreyfanleikann og bara hvernig markaðurinn er að hérna hún mun veita mjög mikið aðhald á þetta eins og alltaf og ég held að það verði bara breytilegt. Ég myndi halda það að þeir aðilar sem að reyna að fleita þessu út í verðlag verði bara í meiri vandræði með að gera viðskipti heldur en þeir sem að reyna að halda því og leita leiða til að hagra sem að það þýðir, þú veist, þetta getur vel verið að þetta leiði til þess að störfum fækki og gerugreindin fari að stýra meiru í okkar rekstri. Ég kom meina heimskulega spurningu bara, þetta eru 6 milljarðar svo töluðum við vorum að tala um hennar ofurhagna áðan sem við erum búin að leiðrétta, en er þetta mikið í stóra, ég veit þetta er skattahækkun, en er þetta mikið í stóra samhenginu, þessi skattahækkun? Þið munum eftir veiðigjöldunum sem að hérna var hnakkrifist alþingi í mjög langa tíma. Já, voru 7. Voru það ekki 7? Já. Þetta eru 6 og það er enginn að tala um þetta. Nei. En þetta hafa áhrif á ykkur, þá meni ég mikil áhrif.
Já, ég gerir það fyrir að við þurfum það að bera eitthvað 2 milljarðar því. Það er 1% af EIF, það heggur, það er þá 1% lækkun á okkar arðsemi. Já, það munar það. Ef hluthafarnir greiða þetta. Þetta er áhugavert sem þú nefnir að bankarnir þurfa að bregðast við með einhverju leiðum. Eitt er að fleita þessu út í verðlag, annað er að hægra eitthvað sem ég vona okkar maður dæði sér að hlusta núna. Já, það er ólíklegt. En sko, mér langaði að koma að gervigreindina aðeins af því að við höfum nú séð bankana hægra talsvert þegar kemur að starfsmannafjölda síðustu 10 ár. En hvernig horfa næstu 10 ár við með tilliti til gervigreindarinnar? Ég held að sé rosalega erfitt að einhvern veginn gera spár sem og ég hef talað fyrir því bara innan hús hjá okkur að fyrst og fremst eru bara mikil tækifæri í notkun þessara tóla til þess að efla okkar starfsemi og styrkja öryggismál, netvarnir, bæta þjónustu við viðskiptavinni og taka betri ákvarðanir í áhættustýringu í útlánum. Hvernig þetta hefur síðan áhrif á störfin. Ég held að störfin breytist einhver leiti, ýmislegt sem að við erum að vinna svona frekar handvirkt í dag verður sjálfvirkt, en hvort að þetta fækkar að fjölga störfum, það verður bara komið ljós. Ég meina Jensen Huang, stofnandi Nvidia og forstjóri þar í dag, hann hefur talað í dálítið langan tíma það að það verður svo mikil framleiðnaukning og svo mikil hagræðing að fyrirtæki sjáu sér raunverulega hagi því að sækja fram sinna viðskiptunum meira, sækja á ný viðskipti og þetta mun ekki endilega því að fækkun starfa. Nei. Og það er svo mikil óvissi kringum þetta að ég veit ekki hvort við sáum fréttum daginn að Sam Altman hjá OpenAI, hann lagði til að setja $250 million sérstaklega eyrnamerkja það rannsóknum á því hvaða áhrif þessi tækning geti haft á samfélög. Og þannig að þetta er það svona mikil óvissu breyta að það var fjárfest 30 milljörðum í rannsóknir á þessu sviði bara á næstum árum. Sem eru náttúrulega saltnetur með að við þessi útbóð sem við erum að sjá núna. Billjónir, dollara og þetta er ótrúlega. En þetta er aðalega skip svona dregur það sterkt fram að það er bara veit enginn hvernig þetta hefur. Ég heitur á mannundaginn sem að lýsti þessu ágætlega og það fól ekki í sér að það eru miklu færri störf. Hann sagði, sko, þegar við keyrum í vinnuna eftir 5 ár og förum að hugsa, já, fyrir 5 árum var ég að keyra í vinnuna og settist í tölvu og var að slá eitthvað inn og senda tölvupósta og eitthvað svona, þá verðum við að hugsa bara, rosalega var þetta eitthvað gamaldags. Vinnan verður einhvern veginn allt öðruvísi. Hún verður meira kannski í persónulegum samskiptum, í einhvers konar, það maður að segja, svona stærri ákvarðanatökum málum, en allur undirbúningur og allt sem þú varst að gera í tölvunni er bara að vera búið að vinna fyrir þig. Jón Ásgeir hjá okkur síðast þetta, hann talaði um 20-35% fækkun í störfum og skrifstofu næstu 24 mánuði. Já, næstu 2 árum. Það er nú annars sérfræðingur. En já, það veit enginn. Nei. Þetta verður fróðlegt. Já, sko, þú sagðir í ársskýrslu 2025 að margt í bankaþjónustu samtímans sé svolítið úrelt og gamaldags, jafnvel 50 árum á eftir öðrum samfélagsbreytingum. Sko, hvað áttur við þarna? Ég meina, við erum til dæmis ennþá með útibú. Já. Og við erum með bankareikninga sem eru á númerum og við erum með kort, fysisk kort. Þetta hefur margt gerst og bara snertilausa greiðslur og stafræn þjónusta, bankin er raunum meira komin í síman heldur en og ég er rasvasan heldur en þetta útibú. En þetta eru samt svona, þetta eru grunninn sömu vörurnar, bara með stafrænu móti. En maður velti fyrir sér, er þarfirnar ekki að breytast? Er þetta búið að gerast hraðar eða hægar bjóstu frá því að settist í stólinn? Sko, þessi stafræna þjónusta var í rauninni öll komin þegar ég byrjaði fyrir 7 árum. Þannig að ég myndi segja að það hefur þá gerst hægar það sem að hefur eftir það gerst. En ég held að eins og með gervigreindina, þetta er svona klassískt dæmi það að fyrst gerist allt hægar en þú hélst og svo gerist þetta bara miklu hraðar. Og það, maður kannski segja það sama með þegar internetið kom og
það var bara stór breyting og íslensku bankar voru mjög fljótir að koma sér upp hérna netbanka, internetbanka og við það breytist þetta ég fór ekki út, ég hætti að fara í útibóð þegar þessi netbankin kom, þá bara borgaði reikningana þar og hérna og öll svona hefðbundi bankaviðskipti voru bara framkvæmt þar. Já, þetta viðsjávert, það verður spennandi að fylgjast með þessu. Það er ennþá bara hálfa eftir segðu þessi blöðarna. En ég alltaf verður að króna. Ég þarf eitthvað að skoða þetta. Gott að eiga. En þú talaðir ekki evru. Var það viljandi? Eða? Nei, sko, evran nefnilega var ekki til 86. Hún held ég... En þú varst með 4 tímabil? Já, þá, þú getur bara tekið dönsku krónuna. Já, sem við bundin. Það er bara það sama. Já, evran átti sín sprett hérna 2006-16. Þá hækka hann 87% en verðtæra krónan bara 72%. Þetta leiður okkur inn í næsta topic sem við gjaldmiðlamálið mitt, króna eða evra. Stjórnvöld gáfu nýlega 219 blaðsíðna skýrslu gjaldmiðilinn. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir leiðina lægri vöxtum sé svo sama með krónu og evru. Þorgerður Katrín utanríkisráðherra spáir 3-4% vaxtalækkun með upptöku evru. Byrjum að því bara, hvað gefum við fyrir þessa skýrslu? Eitthvað nýtt í þessu? Ég hef ekki lesið hana, en ég hitti mann daginn sem sagði mér að þessi skýrsla uppfyllt ekki lágmarkskröfur BS-ritgerðar. Það er ekki efnisyfirlit í henni, það er vísað í viðauka sem að hérna var svo ekki að finna í skýrslunni. Þannig að hljómar svolítið eins og hún hafi verið unnin svona með einhvern hraði. Okay. Hún er ekki afdráttarlaus ef ég skildi rétt og ég vil lesið með það, hún dreifur bara fram að það eru kostur og gallar við bæði. Sem er ekki sjokkar að heyra? Nei, og þá held ég sko, og ég er svona pragmatískur staðrindamaður, ég vil þá frekar bara horfa á, hérna, við vitum hvað við höfum í krónunni og þá verður maður að horfa á sko, ef við förum inn í evruna, sem er 10 ára tímabil og ég er sammála Ásgeiri, það er sama vegferðin. Það getur vel verið að það að ákveða að fara í Evrópusambandið og sækjum evruaðald búið til einhvers konar aðhald á okkur, en þetta er samt okkar að framkvæma það og ég held að við getum, það er nægilega mikið aðhald bara í lýðræðinu að við hljótum að velja stjórnmálum fólk og leiðtoga helstu svona hagsmunasamtaka til þess að leiða áfram þessar breytingar óháð því hvort að við erum búin að sækjum að fara inn í evruna eða ekki en hérna það sem ég staldra við og ég sammála því sem að þeir sem eru skeptískir á evruna þegar kemur að sko efnahagssvæðinu og evrusvæðinu það er bara staðreind og það hefur verið dregið fram í meiri sér skýslum þeirra eigin sérfræðinga svo Draghi að hérna, þetta umhverfi er í rauninni hérna, ekki að virka eins og það var uppalega sett upp innri markaðurinn hann er með mörg hundruð hindrunum og bæði Evrópski seðlabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa staðfest að þetta eru svona viðskiptahindranir aðrar en tollar að það sé ígildi tolla á ákveðin vöruviðskipt upp á 40-65% og enn meiri hindranir þegar kemur að þjónustu innri markaðurinn og nú er ég bara vitni grein sem að var í greinaflokk sem var í Financial Times að þar er sko tollaígildi meir en 100%. Þetta þýðir þá að það er svona grunnþemað í evrunni sem átt að vera frálsför fjármagns og vinnuafls og svona að það er ekki að virka nægilega vel og það þýðir að við erum að sjá mikið atvinnuleysi, sérstaklega með ung fólks ákveðnum svæðum, við erum að sjá kaupmáttaraukning er frá til dæmis árunum 2000 er helmikið minni á öðru svæðinu heldur en í Bandaríkjunum og enn minni ef við berum þetta saman við okkar kaupmáttaraukningu, þannig að það er bara eitthvað svona í grunninn að þessu kerfi og síðan fer maður að horfa á skuldastöðu ríkja eins og Frakkland sem að skuldar yfir 115% af landsframleiðslu og er ekki búin að uppfylla Maastricht-skilyrðin í yfir 20 ár, er stöðugt á undanþágu og er með lífeyrisskuldbindingar sem eru metnar á 200-400% af landsframleiðslu og þetta er eitt af hotsteins ríkjum í þessu sambandi í dag eftir að Bretar fara út og þá vitna ég oft í hérna bók sem ég hef dálætt á sem að Asuka Modi skrifaði sem að hafiði svona fyrstu hendis hérna þekkingu á því að fást við fjármálakrísuna í evru ríkjum, bæði í Írlandi og Grikklandi sem starfsmaður hérna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fór síðan að skrifa bók evruna sem áttu uppalega að vera bara svo sagnfræðiritt
en var það á endanum bók sem var skýr Euro Tragedy in 9 acts ef ég maður rétt það sem hann rekur raunni ágætlega af hverju hann haldi að þetta myntsamstarf muni á endanum líðast í sundur og hann spáði því þvert á því sem að margir töluðum að veikuríkin myndu fara út þar að segja útkjálkaríkin, Grikkland og Spát sem að reyndar að vera alltaf sterk aftur, Ítalía mögulega og sagði nei, þetta verður rauninni sko sterkuríkin sem fara út þannig byrjar Holland á að fara út svo fyrir Þýskaland út svo fara Finnarnir kannski út og svo framvegis og eftir situr þá myntsamstarf veikuríkjana og þá fellur myntin og auðvitað þetta eins spá og ég hef séð fræðimenn andmæla þessu en ég hef lesið tölvört af þeim andmælum og mér hafa ekki fundist að vera samfærandi, mér finnst þessi bók vera góð, ég hef heyrt aðalega vitna í hana og ég hvet alla sem að vilja kynna sér þetta að minnst spjalla við gerfugreindina helstu niðurstöður bókarinnar. Hljómum vel. Sko við mikið spurt eins og þetta helstu kostur og galla við evru og náttúrulega fengi mismörðusvör sem bara eðlilegt, en ef ég spyrði helstu kostur og gallar með augum bankastjóra, hvað myndi gerast til dæmis bara fyrir ykkur í Arion banka þú vaknar á morgun og það hefur verið að taka hérna upp evru, hvað myndi breytast í ykkar starfsemi? Í grunninn ekki neitt. Nei. Við myndum bara breyta við myndum losna við verðirkrónuna sem var í fagnarefni en við myndum bara í okkur kerfum breyta því sem að hét áður ISK En regluverki? Nei, sama, 96 blaðsíður. Þó að við séum í ESB? Já, sama, við erum að starfa í þessu regluverki frábært. Og með reyndar smá gullhúðun. Ég veit ekki hvort að stjórnum myndu þá segja, já, getur slett þessari gullhúðun fyrst við erum konið í evruna. Það nú eitthvað frumvarp núna í gangi með það. Já. En svo það bara annað mál. Ég meina, Kári Friðrik sem greinandi hjá okkur og var með erindi á nýlegri fasteignaráðstefnu. Já, glæsilegt erindi. Já, mjög flott. Hann var að benda á að sko íbúðalána vextir eru ekki til sömu í evru löndunum. Það mjög misjætt eftir löndum og eflaust myndu vextir taka einhverjum breytingum eftir 10 ár þegar við erum komin inn í evruna. Sko Þorgeir talar 3-4%, er það svona tala eða við hefum ekki hugmyndum? Já, en hafið veltið fyrir ykkur, hver að fá þessa vexti? Ég nefndi lífeyrissjóðana. Þeir eru eiga 40% af fjármunaeignunum, þeir eiga meira af skuldabrjöfunum og minna kannski af óskráðum hlutabrjöfum heldur en að því fjármunaeignir eru það er þá öll verðbréf, skráð og óskráð og þeir eru ansi mikið af þessu skráða og eins og ég nefndi fjármagn yfir 40% íbúðalánum. Hvað ætlum við að gera við kerfið, verðtryggða lífeyriskerfið sem að færa alla þessa vexti? Við erum að borga hluta þessum háu vöxtum erum að borga til okkar í gegnum inn til lífeyrissjóðana 40%, jafnvel meira ég myndi halda það kemur að skuldabrjöfum 50-60%. En nú geta einhver verið að hlusta sem með rúmlega 10% íbúðalán og hugsa mikið væri tilbúin að greiða minna mánuði? Já. Ég skil það bara mjög vel. Já. En það er kannski bara aðra leiðir til þess líka? Já, ég held, eins og Ásgeir sagði, leiðin að því að komast í lægra vaxtaumhverfi er svo sama, hvort sem að við förum inn í Evrópusamtökin í evruna eða vinnum með það sjálf. Við þurfum að ná tökum á ýmsum þáttum. Ég held, þessi víðtæka notkun verðtryggingar er það fyrsta sem ég myndi ráðleggja þið farið í. Og það þýðir að það þarf að breyta allir fjárlagagerð, sveitarfélög þurfa að breyta hjá sér, það þarf að hætta að gera verðtryggða leigusamninga og verðtryggða viðskiptasamninga og við þurfum að breyta lífeyriskerfinu, fara yfir í hollenska og danska lífeyriskerfið af því að við getum ekki verið með verðtryggt lífeyriskerfi þegar það er enga verðtryggingu að hafa í kerfinu okkar og númer 2 þurfum við auðvitað bara síðan að vera með meiri aga í opinberum fjármálum og beita meiri aga á vinnumarkaðnum og opna vinnumarkaðinu upp. Það er önnur staðreynd sem hefur kannski verið lítið talað um að ég nefndi að í Evrópu er innri markaðinu ekki virka fyrir fjör vinnuafls og það eru ýmsar hindranir, það er erfitt fyrir pólska píparan að fá starfsréttindi í Fraklandi. Já, og alls konar dæmi þessar grein sem nefndir. Nákvæmlega, en þá er það þannig að 40% af þeim Íslendingum sem eru tiltölulega nýkomnir hingað eða innflytjendum eða fólk á erlendu bergi broti sem er flutt til Íslands, 40% af því vinnuafli hefur ekki ennþá fengið starfsréttindi í sín viðurkennd. Þannig eru við að takmarka okkar vinnumarkað með því að
að beita sömu hindrunum. Já, varstu með eitthvað Leifur? Ég bara velti fyrir mér sko, ef við myndum nú fara í það gríða stórverkefni að afnema verðtrygginguna, við sjáum auðvitað ríkisstjórnina Hún hefur talað um að afnema vægi verðtryggingu. Já, og stigu skref í því þegar þeir bönnuðu sem sagt verðtryggðarleigusamninga sem uppfærast mánaðarlega. Já. Hvar heggum maður á höfuð híturinn, eða sem sagt á hvað enda byrja maður? Já, góð spurning. Ég myndi vilja byrja á lífeyriskerfinu. Ég held líka að við séum á tímapunkti þar sem að það er að verða brottætt. Það er eins og hefur verið skrifað kollegi minn sem að starfa hjá Verði, tryggingastarfræðingur, benti á í grein sem að hann byrti stuttu eftir að ég hefði skrifað mína grein að við erum á þeim tímapunkti að lífeyrisbyrðin er að fara að nálga 100% eða jafnvel yfir 100%. Það er þá hversu mikið lífeyrissjóðnir er að borga í lífeyrisiðgjöld á móti eða lífeyrisgreiðslur á móti þeim iðgjöldum sem er að koma inn hjá því fólki sem er að byggja upp réttindin og á sama tíma er bara punktstaðan bara hvað eiga sjóðurnar af eignum versus hvað skuldbindingar eru framundan bæði til þeirra sem er að þiggja lífeyrisgreiðslur núna og þeirra sem eru búin að byggja upp réttindi bara punktstaðan akkurat núna þar er gatið orðið alltaf 10% og eins og hann benti á þá eru við þegar við erum komið lífeyrisbyrðan svona hátt og gatið er orðið svona mikið að þá eru við farin að úthluta ávöxtun, raunávöxtunni sem að verður til í sjóðum með ójöfnum hættamilli kynslóða og þá fer því miður að myndast vandamál það sem hefur ríkt mikil samfélagssátt þetta kerfi gæti farið að rofna að yngri kynslóðnar finnist þær vera að það er verið að ganga þeirra réttindi og ég er ekki að segja að það sé markvisst að gerast núna en við erum komin á þann tímapunkt vegna þess að kerfið er síðan byggt upp á þessari ávöxtunarforsendu 3,5%, mikið verið að tala um það og þá ætlum ég bara að nefna það að ég heyrði það daginn að þessi tala sem er ekkit hávísindaleg tala kemur í grunninn frá tryggingastarfræðingum fyrir áratugum síðan Pétur Blöndal var einn þeirra heitinn og ég heyrði þetta haft eftir aðilega sem þekkti Pétur að á þeim tíma var hagvöxtur á Íslandi í kringu 7% og þá var sagt, ef við höfum þetta 3,5 helmingur hagvöxti að þá hlýtur þetta bara að vera í lagi þessi ávöxtunar forsenda, 3,5% síðan erum við náttúrulega komin í allt annað umhverfi í dag og hagvöxtur á Íslandi er að mælast 2,5% þannig að það sem ég sagði í þessari grein og var að hvetja þá sem að standa að lífeyriskerfinu og mynda í rauninni svona hagsmunabandala það að horfa til þess að lífeyriskerfinu í Danmörku og Hollandi eru löngu hætt að nota svona ávöxtunarforsendu heldur bara reikna upp réttindin með mjög reglulegum hætti og breyta þeim eftir ávöxtun hvers árs og er ekki skuldbundin þessi sjóður til þess að borga verðtrygginguna á lífeyrisgreiðslum það bara er ákvörðun sem helst í hendur við ávöxtun hvers árs og þannig að það voru stigin markviss skref frá loforðum tiltekna raunávöxtun og verðtryggingu lífeyris yfir í sveigjanlegra réttindakerfi sem endurspeglar betur raunverulega verðmætasköpun í hagkerfinu á þessum tímapunkti ekki þessa 7% hagvaxtarmynd sem við vorum að horfa fyrir 40 árum síðan og dreifa þannig áhættu með sanngjarnari hætti milli kynslóða. Þetta er bara það sem ég var að benda á og ég hef ekki fengið svar, ég hef 2 aðilar skrifað á móti þessu og það sem að ég vakti síðan athygli mína þegar ég fór að kafa dýpra í þetta, að það er einn lífeyrissjóður sem hefur einmitt stigið þetta skref og við höfum ekki talað mikið það er Stabi, lífeyrissjóður fyrir norðan sem að fór í breytingar fyrir 10 ára síðan, 2016 skemmtilegt ár og þá sögðu þeir gallinn við fyrra réttindakerfi sem er það réttindakerfi sem hinir eru í er að réttinda ávinnsla miðaðist við fasta fyrirfram ákveðna vexti þess að 3,5% og það gat myndast mikill munur milli verðmætis eigna og lífeyrisloforða og breytingarnar á réttindum urðu í stökkum í samræmi við ákvarðanir ársfunda og þetta voru oft erfiðir ársfundir og núna því miður eru framundan slíkir fundir hjá aðilum sem ákvaða að halda sig við gamla kerfið á meðan að nýja kerfið hjá Staba
svo ég bara fari hérna yfir kynningu sem afskotnaðist sem var tekið upp 1. janúar 2016 réttinda áherslan miðuð við breytilega vexti, það raunverulega ávöxtun sjóðsins, nákvæmlega sama Hollendingar og Danir að gera frá því iðgjald greitt inn þar til lífeyristaka hefst. Og þetta eina sem vakti fyrir mér var að vekja athygli á þessu og leið og við myndum fara í að skoða og gera breytingar á þessu kerfi, þá gætum við líka stíð að skrefa að taka kerfið úr því verðtryggða formi sem það í. Og það væri stórt skref, en samhliða ættum við bara að fara í hinn máli líka, ríkisfjármálinn og vinnumarkaðinn. Já. Akkur enginn að tala þetta? Mikið voru þetta að fá hljómgrunn. Ég get sagt ykkur, ég hef hringt í unga menn á ykkar aldri og ég voru gamall og hvatt á til þess að stofna hagsmunasamtök sem að einbeita sér sérstaklega þessu því að á eftir því að kaupa sér fasteign snemma á lífsleiðinni og byggja upp sitt eigi fyrir í fasteign, séreignarstefnan, þá lífeyrismálin líklega næst mikilvægasta ákvörðun sem að tekin við eldhúsborðið heima í fjármálum heimilana og ég bara hvet unga hlustendur sem að hlusta hana þá til þess að setja sig inn í þetta með að hafa samband við mig eða Jón Ævar eða hvert sem að fróður málið og og velta þessu fyrir sér hvort að við ættum ekki að skoða þessi mál. Ég nú ætla ég að halda áfram að vitna í efni sem kemur frá mér að ég skrifaði náttúrulega í greininni sem var birt á Vísi að þá var ég að benda á að þessi góða kynslóð og ég veit ekki hvort að hef heyrt tölfræðina sem að Kári fór með á fundunum að 18% heimila standa bak við 80% íbúðalánum. Það fyrst og fremst unga fólki sem að hefur góðar ráðstöfunartekjur, kemst í gegnum greiðslumat, getur skuldsett sig fyrir tiltölulega hárri fjárhæð til þess að kaupa sína fyrstu fasteign sem að ber skuldar oppan þessum íbúðalánum og að borga þessa vexti og í mörgum tilfellum verðtrygginguna líka að þá sagði ég þessar grein yngri kynslóðir standa ekki aðeins frammi fyrir háum vöxtum og verðtryggðum íbúðalánum sem styðja við 3,5% raunávöxtunarforsendu lífeyrissjóðanna heldur þar jafnframt með skattgreiðslum sínum að standa undir ófjármögnuðum lífeyrisskuldbindingum hins opinbera, það LSR B-deildin það sem uppsafnað skuldbindingagati ríkisins vegna lífeyrisréttinda nú metið á 1000 milljarða sem 1/8 af stærð lífeyriskerfisins og ellilífeyri almannatrygginga til þeirra sem ekki hafa fullnægjandi framfærslu eftir starfsævina og þar að auki að greiða lágmarki 15,5% af heildarlaunum í lífeyrisiðgjöld en þetta lágmark var áður 12% og þetta fer í samtryggingu nema fólk kjósi að fara í tilgreinda séreign sem ég ætla að hvetja alla hlustendur að velja núna vegna þess að það tilgreind séreign og ekki hluta samtryggingu. Já, bara þú veist ef við ekki að reyna að hafa þögna sem lengsta hér bara til þess að leggja sem mest áherslu á þetta. Þetta geðveikt stöf en við látum ekki allir somnaðir og þetta bara ættum við að gera það sjálfur en hvernig fólk til þess að nýta tækifærið og ef við vil leggja setja mörkum og komast í tæri við merkilega menn þá þetta hagsmunasöndök sem að þarf að stofna og okkur væri öllum greiði gerður en Bendit, að ég velti bara fyrir mér eins og með Stapa sem að tekur þetta kerfi upp og miðar þá við skuldbindingar hvers árs frekar en þessi 3,5% arðsemiskröfu, raunarðsemiskröfu var það tilhengandi starfsmannakostnaður við að reikna þetta út eða þetta meira átt að skuldbinding fyrir lífeyrissjóðana? Já, þetta var mikil vinna og í þessari kynningu sem ég var með, ég nú ekki með alla kynninguna með mér að þá verið að lýsa með þessari vinnu, hún tók nokkur ár og það dálítið mikil áskorun fyrir eitt sjóð að vera í þessu vegna þess að það þarf að uppfæra réttindatöflu líka álega og leggja mat og það væri auðvitað hjálpa ef það væri fleiri sjóðir sama kerfi en það var þessi einstaka sín aðila sem að stóða bak við þetta og sumir þeirra enn starfandi hjá sjónum það að þetta væri sjálfbærari leið til þess að reka lífeyrissjóð heldur en þessi áherslunar forsenda
og ég get sagt ykkur það að Stap einn af mjög fáum, hann í rauninni eini sjóðurinn sem með jákvæða tryggingafræðilega stöðu fyrir utan aðeins minni sjóð sem þó í hinnu kerfinu, en aðri sjóður eru komnir í neikvæða tryggingafræðilega stöðu og það sem verra að sumir þeirra eru komnir í mjög neikvæða áfallastöðu sem punktstaðan sem ég var að nefna áðan. Af því að tryggingafræðilega staðan tekur líka framtíðarvirði sem er líka byggt á þessari ávöxtunarforsendu og eru svolítið bara svona væntingar frekar en eitthvað í hendi og þessi sjóður mun ekki þurfa að halda erfiða ársfundi þar sem að breytingar eru gerðar í stökkum í samræmi við ákvarðanir á þeim fundi og það eru erfiðir fundir þegar aðeinar sem eru að tyggja lífeyrisgreiðslur í dag mæta fundi og þurfa að sjá kosið með því að réttindin eru skert vegna þess að það er bara ekki nægilega innistæða fyrir því og það ég held að það er að vakti bara gott eitt fyrir þessu fólki og ég held að við ættum að kynna okkur þetta betur. Já, kannski eitt bara til að slúta þessu, þannig að þú hefur verið í ritdeilum við Gunnar hjá Almenna þetta. Já, ég hef eftir að svara. Já, ég veit að, kannski svara hann bara hérna núna. Já, ég ætla að segja hann að ég bara búið að vera svo mikið að gera hjá mig, að hann bauð mér í kaffi og ég ætla að fara að hitta hann og ég hef með minnisblað sem ég ætla að láta hann hafa vegna þess og ég er búin að... En hver hans mótrök við þínum rökum? Já, hann reyndar hann ákveður að svara ekki þessum punktum sem að ég er að benda á varandi skilyrtu verðtrygginguna og varandi breytingarna sem voru gerðar í Holland og Danmörku og rauninni breytinguna hjá Stapa. Hann fer bara í að segja, 3,5% ávöxtunarforsendan alls ekki það sem heldur upp í vöxtum í landinu. Já. En punkturinn minn var kannski, og það er alveg, þú veist, ég geng svolítið langt í því að hjóli þann punkt, en það er kannski ekki, það er ekki rót vandans nema það þegar heyri söguna á baku það hvernig 3,5 var til, og þá ættu við með sömu rökum að vera farin 1,5 sko, ef það voru rök í málinu, en mér fannst athyglisvert að Almenni og lífeyrissjóðsverkfræðinga það sem ég á nú réttindi sjálfur verandi verkfræðingur og gafst upp á því að vera að borga í þangað að því að það voru eiginlega deilur í sjónum og mér fannst einhvern veginn þetta kerfi með þessar ávöxtunarforsendu ekki virka og þegar ég fekk kynningu á einum af sértryggingarleiðunum þar sem að ég gat borga meira í sértryggingu og ég er svo heppin að hafa verið að vinna í atvinnugrein þess að ég gat valið með lífeyrissjóð til að greiði bæði samtrygginguna og séreignina og þá valdi ég að fara í leið þar sem að ég gat hámarkað séreignina og það þetta stapakerfið unni byggt hann upp að þetta að verða þetta er tvískipta þessu annars vegar tryggingarhlutin eða örorkutryggingin hún í sér sjóð sem að þú borgar ákveð hlutvall inn í og það aldurstengt og svo unni hinsjóðurinn þá eiginlega hálfgerð séregn eins og þessi séregnarsjóður að reka sig og en Gunni Bald hann fer stutt eftir hann skrifa þessi grein þá fer hann inn á ársfund Almenna og lífsverk og leggur til að þessi skilyrt verðtrygging á lífeyrisgreiðslu til sjóðsfélaga í lífsverk til þess að jafna réttindin þannig að hann var runni að staðfesta það sem að ég var að benda á að verðtryggingin getur ekki verið óskilyrt sérstaklega þegar áfallnastaðan orðið mjög neikvæð og raunávöxtunin langt undir 3,5% viðminn og ég veit ekki hvort að við kynntum ykkur það en síðustu 5-6 ár þá hefur raunávöxtunin meðalans út af þessum tölum sem ég var að nefna ykkur var þetta hvað myndirnar hafa lítið hreyfst á móti krónunni og sumar að þeim hafa krónun hefur styrst á móti þeim en ekki veikst og þá hefur raunávöxtunin verið tölvöld undir 3,5 síðustu 5-6 ár og þetta ár stefnir í rauninni að verða enn eitt árið þar sem raunávöxtunin verið undir 3,5. Það var líka bara áhugavert að ræða við aðal fórsvarsmenn Stapa myndið þið vilja fara aftur í gamla kerfið? Ég hef rætt þetta við hann engin að tala um það? Nei. Norðamenn gera breytingar og þeir standa með síðan breytingur. Origo vinnur með fyrirtækjum og stofnunum að því að hagnýta upplýsingatekni og opna ný tækifæri til að skapa velgengni til langs tíma. Það eru þetta allir í einhverjum viðskiptum við Origo. Já, heldur betur. Fyrir þessi SME sem að okkur er svo umhugað Birkir. Lítil og meðalstór. Í TSS-dark. Þá er spurning hvort að þið séu að taka réttar ákvarðanir með Business Central. Hvort að gögnin séu örugg og hvort að þessi fyrirtæki séu að ná forskoti með betri mannuslausn. Já, Origo svarði allavega. Það var það Origo, sko.
Should I stay or should I go? Akkurat. Bauhaus, Drive-in Timbursalan. Þú veist að hún líka opin á sunnudum. Það svoleiðis? Já, mér finnst menn Ég að sofa því? Hvort að það hafi aðeins týnst einhver staðar hann í líka opið smáletrinu. á sunnudum. En Drive-in Timbursalan, hún líka opin á sunnudum hjá Bauhaus. Og hvað Drive-in Timbursalan? Þú veist, þá ert að sækja þessar stóru þunguvörur. Þá ertu með akbrautina sem þú getur ekki beint inn á lagarsvæði bara. Og það eru þetta fríflutningur út mánuðin. Reyndar, þú þarft ekki að fara í Drive-in Timbursalana. Þú færði þetta ókipis sent heimtíð með kóðanum Dark. En aftur, þetta er bara eins og ég hef alltaf mælt með, sko. Þú vilt alltaf mæta svæðið bara til þess að sjá allt umstangið. Rétt. Þetta er magna fyrir bara að koma inn í svona stórt svæðið, sko. Það sem þú finnur ekki í Bauhaus. Nei. Það er ekki til líklega bara. Nei, það er líklega rétt og svo verðvitundin góða, verður öryggið. Já, peiti. Það er alveg sama hvaða bókara endurskoðanda þú ræði við. Þeir eru allir eitt sameiginlegt. Er það þeir elska peiti eða? Já, ég ætlaði nú að segja að vera sköllóttir en... Nei. Það er að þeir elska að vinna á peiti fyrir sína viðskiptavinni. Já, og ég er svo sem ekki bókara endurskoðandi og ég er nú bara einirki sjálfur með lítið hlaðvarp en mikið elska ég að vinna með þið. Já, og ég var líka bara að djóka þetta var bara... Já, þetta var skriði. Svona er maður. En peiti eru flottastir. Giggo. Þú getur slegið garðið með Giggo. Ef þið vantar hjálp við garðsláttirinn og nú sprettur þetta upp eins og illgresi, sko. Jú, heldur betur. Það þarf að stemma stigu við það og þá geta Giggo þetta hjálpa þér en hvort sem að þú hefur verkefni innanhús eða utanhús setja upp þvottavél, peran sprungin, hurðin, lömin, hún er orðin eitthvað leiðileg. Giggo. Þetta er allt saman á Giggo, rafvirki, pípari, nefndu það. Giggarnir eru með svarið og þetta stjörnum gefur góða. Elko, er fótboltamót eða útilega á næstunni? Ef svo er, þá erum við þetta með Ninja Frostvolt Sælar. Sko ég enda komast að því líka bara af því að ferast í kringum landi að ég held sér nú slatta fólki sem að ætlar að sína sér eitthvað að farast niður núna með tilkomu hlýnandi veðurs og bættari tíma þá getur verið mjög sterkur leikur að fylla skottið af kæliboxi eða fylla kæliboxi í skottinu öllu heldur af klaka og þá ertu bara að koma með ískap sko, mér er aldrei drátt þetta í hug en bara geðvitt að vera á ferðinni og vera bara með klaka og geta sett kalda að ný ég ætlaði nú að segja kókumjölk en akkurat það kalda talandi norðan menn að með þú ert blóðheiti Benni ætlum að færa okkur norðurslóðirnar Arjón hefur auðvitað á síðustu árum lagt sérstaka áherslu á norðurslóðirnar B-samningurinn fyrsti sinna tegundar á norðurslóðum auðvitað dæmi þetta en sko, ef við reynum að komast að því af hverju norðurslóðir eru að verða eitt mikilvægsta svæði heims og hvaða hlutverki gegna þeir? Já, ég held að það svari líki í því að auðlindir hafs og lands á þessu svæði eru alveg einstaklega miklar og margar af þeim eru endurnýjanlegar auðlindir, orkuauðlindir og þá er ég ekki bara að tala vassafl og vind og jarðvarma á Íslandi ég er líka að tala orkuauðlindina prótín sem er auðvitað mestuleiti í sjó í dag sjálfbærar fiskveiðar sem við stundum og nágrannar ríki okkar hafa verið að efla sig og mér að segja Kanada er í sókn þar með sín sjávarútveg sem er á norðurslóðasvæðinu og svo er það landeldið síðan er þessi bara geopolítiska mikilvægi en það er ekki tilviljun að Bandaríkin vilja Grænland eða vilja ná einhverjum samningi við Dani og Grænlendinga uppbyggingu á flotastöðum og meira en það, Ólafur held ég að farið ágætlega yfir þetta hérna einhvers konar starfsemi sem getur stutt við geimkapplöpið sem er hafið bara meira en hafið, það er bara fullu og það er ekki bara þjóðríki sem eru í grunninn að keppast þar Bandaríkjunum og Kína heldur eru einstaklingar í Bandaríkjunum að stiða bakvið geimkapplöpið 2 af ríkustu mönnum Bandaríkjana eru þar og svo og það þýðir auðvitað sko, ef að þetta verður meira átt að prótein uppspretta fyrir heiminn þar sem að ég man ekki hver talan er að það vantar einhver 20 miljón tonn af próteini á næstu 20 árum Það er meira spennandi að framleiða þetta úr fiski heldur en skortýrum. Ég verð að segja það fyrir mig. Já, það er fólk hrifnar á laxi heldur en skortýrum
og hérna þannig að það þýðir miklir flutningar, síðan eru þetta skipalegar að opnast, eins og Ólafur fóri held ég hefur farið ágætlega yfir, sem að mun stytta skipasiglingar frá Asíu til Evrópu og austurhluta Bandaríkjanna allverulega, 14-15 daga. Flugsamgöngur eru að breytast þannig að Keflavíkurflugvöllur til dæmis og ætli það ekki við Alaskaflugvöllin líka, að þar verður við ekki bara að tengja saman Norður Ameríku og Evrópu, heldur líka Asíu. Við erum að fá inn í flotan hjá Icelandair núna hérna Airbus vélar sem eru long range, extra long range sem að ná til Asíu. Þá erum við að tengja þessa 3 stóru markaði saman og hérna þannig að þetta er mikilvæg tengistöð og hérna þannig að ég held að sko ef við horfum á okkar efnahagssögu það má segja að eftir seinni heimsstyrjöld þá eru byggðir hér innviðir, lykilinnviðir sem höfðu hernaðarlegan tilgang en höfðu tvíþætta notkun, dual use eins og það kallað. Við fengum út úr því Keflavíkurflugvöll, við fengum út úr því vegi eins og bara Reykjanesbrautina og fleira. Síðan fyrir við fáum auðvitað ríkulega Marshall aðstóð frá Bandaríkjunum líka og byggjum upp nýjan skipaflota, fyrir mig að útvika okkar efnahagslögsögu í nokkrum skrefum, erum við að halda upp á 50 ára afmæli 200 milljóna og svo fyrir við að byggja upp vatnsafl og vatnsaflsvirkjanir og fyrir við orkufrekan iðnað aftur með þekkingu og fjármagni frá Bandaríkjunum. Við fyrir við samgöngubætur, Hvalfjarðargöngin eru þar sem aftur styður við efnahagsvöxt. Svo fyrir við í bankaævintýri sem að þó skila okkur aðgengi að erlendu fjármálamörkuðum, virkri kaupöll og svona bara ágætlega fungerandi innvið fyrir uppbyggingu og nýlega, auðvitað bara allur þessi tekkingariðnaður. Þessi efnahagssaga, hún er bara hefur birst einhverju mynd í Færeyjum, hún á eftir að birtast í Grænlandi, hún á eftir að birtast í austurhluta Kanada, hún á eftir að birtast í Alaska og við erum bara að fara að sjá verulegar fjárfestingar og verulega efnahagsframfarir á þessu svæði og það er göfugt hlutverk held ég fyrir íslensk fjármálafyrirtæki að reyna að marka sér stöðu verandi með þessar sterku tengingar við erlenda fjármálamarkaði í að vera eitthvað skonar fjármála aðili fyrir þetta svæði. Já, klárt. Og maður hrósa ykkur fyrir hann EIB-samning, 15 milljarðar sjálfbæra verkefni sjávarútvegi í Íslandi, Grænlandi og Færeyjum. Þetta er fyrsti svona bláa hagkerfissamningur sem að EIB gerir. Hann var þróaður uppalega fyrir portugalska banka sem að sáu svo ekki not fyrir hann. En við vorum það fyrsti aðeins sem skrifum undir svona samning og það sem var líka gaman að þetta er fyrsti samningur sem er gerður gagnvart Íslandi, Færeyjum og Grænlandi á sama tíma. Og þá er það einhvers konar staðfesting á því að þessi norðurslóðastefna okkar hún er farin að virka og okkar mótaðalar eru farin að hafa trú á henni. Já, klart. Sko, mér langar aðeins að taka losun hafta, svo aðeins að grilla með Evrópusambandi og Óla Ragnar og svo hleypið þér í rittara spurningarnar. Það ætla að setja alla pönnur að síndist mér að ég ætla að snúa Benedikt það. Sko, losun hafta, ég er náttúrulega mætt á glæsilega viðburð held í október 25, 10 ára afmæli frá losun hafta. 26 áski. Nei, jú, 25, fyrir 25, já, það er 26 en ég verði til annað viðbörð bara núna í 8.26 það var gaman hjá okkur það var gaman að fá Lee Buchheit það var til þess að hafa þetta erindi sko ábyrgðin sem fylgir því að vera stjórnmálamaður og skuldsetja útgjöld sem eru ekki gerð til þess að skapa verðmæti í framtíðinni og skuldsetja þannig komandi kynslóðir. Það var mikil brýning. Já, og sko mér langar að spyrja þig sko, þú veist þetta hluta af sérfræðingahópa ásamt Reyknum og Sigurði Hannesinni og fleiri mörgum góðum mönnum. Sko, hvernig komu Bretar og Hollendingar fram við okkur þarna og ESB samborið til dæmis Bandaríkin og hvað getum við tekið til dags í dag? Já, ég held að sko það sem að gerist sem sagt, fram að 2008 er að fjármálafyrirtækin, bankarnir eru auðvitað að starfa, við erum komin inn í EES-samningin muniði, það byrjar hérna í ársbyrjun 94 og við erum með þar allar störfum og fjármála þjónustan starfar undir evrópsku regluverki. Við höfum heimildi til þess að starfa yfir landamæri og við förum í mikla útrás. Við förum meðal annars að sækja innlán víða með Evrópu og það hefst í rauninni að krafti bara 2006 þegar við lendum í vandræði með að endurfjármagna erlendar skuldbindingar bankana
og það hefnast mjög vel og það verður að segja að þau skref eru sko, við erum svona 10 árum undan markanum þar. Við erum að sjá nákvæmlega sömu business strategíu hjá eistneskum bönkum, öðrum evrópskum bönkum, þjónustu sem að voru forrit sem voru búin til fyrir bæði Landsbankann og Kaupþing á þeim tíma, eru í rauninni sko, vörur sem er verið að rúlla út í dag eða kannski síðustu 4-5 árum og við sækjum mikið af innlánum, síðan skellur þessi krísa á okkur og bara við fall límana þá er rauninni ekkert aftur snúið, allt traust til okkar fjármálakerfi sem farið og við náum ekki að sækja þessi fjármuni og efnaðseiningarnir eru út af 10 sinnum landsframleiðsla, það var bara algjörlega borin von fyrir okkur að bjarga þessu og þá lendum við í Bretum og Hollendingum sem beita öllum sínum aflsmunum á öllum þeim vettvangum sem þau gátu til þess að þvinga okkur til þess að endurgreiða þessi innlán eins fljótt og kostur væri og vildu ekki virða neyðarlögin og það er hvernig við fórum í og rauninni gáum samt þessum innistæðum forgang. Þær voru rauninni líkur og endurheimtum voru mjög miklar eftir út af neyðarlögunum, þannig að ef þetta hefur verið almennar kröfur í búin þá hafðu innistæðendur sem voru mörgum tilfellum hollensk og bresk sveitafélög tapað töluvum fjármunum sem töpuðu engu á endanum, mistu kannski af einhverjum vöxtum í einhver tíma en það var ekki meira svo og það er farið að beita gríðarlegum aflsmunum. Á þessum tíma erum við það heppin að það er mjög áhrifamikill erlendur bankamaður sem kemur til Íslands þetta sumar í fjölskyldufrí, forstjóri JP Morgan og ég veit ekki hvort að þessi heimsókn kveikti í honum eða hvað það var en að minnstu kosti JP Morgan sendir hér fólk 5 manna teymi til þess að hjálpa okkur í gegnum þennan skafl eða bara í þennan ólgusjó sem við vorum komin í og meðal annars gefur það loforð að tryggja það að greiðslugátt við útlönd er haldið unni opinni og þá erum við að tala eitt stærsta banka í heimi og ekki nóg með það Bretar hafi sett á okkur neyðarlög eða hryðjuverkalög og sett okkur á lista með Al-Qaida og öðrum aðlum og hollendingar höfðu í hótunum við okkur þá fóruður og beittu sér í alþjóðagjaldeyrissjóðnum og þetta EMF-prógram sem við fórum á teksturinn en ekki upp á skrifað nema Bretar og hollendingar skrifuð upp á það og með ákveðnum skilurum og uppalega áttu bara ekki að veita þetta lán öðru sem að við myndum undirgangast þessar skuldbindingar en líka við höfum verið í hótunum við veru JP Morgan á svæðinu og það er þannig, ég heyrði þessu sögu bara daginn að daginn sem að Bretar skelltu hryðjuverkalögunum á okkur þá voru þessi starfsmenn frá JP Morgan að labba út úr Seðlabankanum og ætluðu að fara í flug en þeim sem betur verið að snúa við og tóku slaginn með okkur áfram og ég held að það hafi bara ekki ein greiðsla klikkað ekki eitt greiðslukort klikkað þrátt fyrir þessa hagsmunabaratu eða þessa gríðalega aflsmunni sem að Bretar og hollendingar beitt okkur og það segir okkur þetta þó við sért í einhverju samstarfi eins og við erum í EES-samstarfinu og þó við hefðum verið í Evru-samstarfinu og eins og Ólafur Ragnar bendir réttilega á í sínu spjalli við ykkur að það var nú farið ansi fast í grykkina og það tók mörg ár komast upp úr sinni efnahagskrísu í kjölfar fjármála hrunsins að þá í endan þetta samstarf bæði ESB og Evran þetta bara ráða hagsmunir hvers ríkis fyrir sig framar öðru þetta er hagsmunum að hvers lands fyrir sig Þannig að Ólafur kom inn á ESB var ekki með okkur liðið þarna Nei, og Nikolai Sturgeon sem er nú dálítið í fjölmiðlum núna hún kom og var gestur hjá okkur á viðburði síðasta haust eða síðasta vetur og þar fekk hún spurninguna getur verið að Bretar hafi mögulega sett þessi neyðarlög ég kalla alltaf neyðarlög setja þessi hryðjuverkalög á Ísland til þess að senda skotum varnaðar sjálfstæðisbaráttu armi skotana svona tónin og að því hún er sjálfstæðissinni sjálf mikill og hennar flokkur og hún sagði að því þarna vorum við með Gordon Brown og Alcide Dallin sem voru báðir skotar að berjast og voru alls ekki í sjálfstæðis baráttunni
vildu hafa Skotland sem hluta af Bretlandi og þannig að þú veist, við erum meira ekki bara, þetta er ekki bara efnaðislega hagsmunir, þetta er pólitísk refskák sem eru að leika gagnvart sko vina þjóð. Við erum búin að stunda viðskipti við Breta í áratugi og þetta segir manni þegar áföllur inn í að þá er þetta bara hagsmunir. Já. Og það ætti auðvitað þetta mál okkar að vera, þetta er bara algjört hagsmál. Þú veist, hvað verður þetta betra fyrir íslenska þjóð að fara þarna inn eða ekki? Já, það var eiginlega næsta spurning hjá mér. Já, ég ætla ekki að svara. Ég er skeptískur á evruna. Ég held að samningurinn hafi reyndar gert mikið fyrir okkur og ég tek eftir því að Þorsteinn Pálsson var að tala að Ólafur hafa nú verið að móti því. Já. En ég held sko við verðum samt að leggja á hlustirnar sérstaklega þegar aðili sem að hefur enga pólitíska hagsmuni lengur. Nei. Ólafur er bara stiginn af því sviði. Tjáði sig. Já, og ég myndi setja meiri fyrirvara við fólk sem að mögulega sér eitthvað starfsferil í því að við förum inn í Evrópusambandið og sér fyrir sér störf inn í Brussel. Myndi setja meiri fyrirvara við þann málflutning sem kemur þeirra átt en frá aðilum sem að hafa enga aðra hagsmuni en að bara vilja þjóðinni þetta besta. Klárt, við langar aðeins að hamra á þessu styttist auðvitað ófluga í 29. ágúst. Sko, maður velti fyrir sér og einhverjir hlustendur sendu þessar spurningar á okkur fyrir þátt. Mun þetta þýða ef við göngum í Evrópusambandið? Við ræddum aðeins á hana, Írland er í Evrópusambandið, það eru þrír bankar þar. Já. Þeir eru sannlega í Evrópusambandinu. Ef við förum í Evrópusambandið, verður þá allt fullt hérna á erlendu bönkum? Sko það er fullt af erlendu bönkum. Þeir eru bara kannski ekki sinna viðskiptabankaþjónustu. Þeir eru sannlega sinna stórum fyrirtækjum. Þeir eru mjög hrifnir að það gera viðskipti við lífeyrissjóðana sem er orðið næstu helmingin af sínum eignum erlendis og sína sveitarfélögum og ríkinu áhuga líka og það er það sama á Írlandi sko. Fákeppnin er fyrst og fremst á viðskiptabanka eða einstaklingsmarkaði. Heldur að samkeppni myndi aukast? Ég veit ekki, sko, ég myndi segja það með það sem Heiður var að nefna í spjallinu við ykkur að það er auðvitað það er heilmikið í því að fara inn á þennan markað sem við störum á en vera ekki undir skatta kvöðunum sem við berum starfandi hér eða einhver kröfunum sem eru á þessa starf sem laða. Þannig að ég myndi halda að þú veist, meiri sér að færiski bankar getur komið hér og starfað og haft af því betri arðsemi heldur við myndum hafa vegna þeirra að borga minni skatta og það væri minni einhver kröfur. Já, og það sem út að vitni er að Heiða Guðjóns og talaði að hér gæti bara írsku banki komið og keypt Íslandsbanka eða Aribanka hvernig það er og þá færist regluverki yfir og þá hverfur náttúrulega skattstofnin hér í Íslandi. Nákvæmlega, og þetta er kallað regulatory and tax arbitrage á ensku en þetta það er því tölvört hagkvæmara að reka þessar starfsemi erlendis frá og við það að við færum með aðra mynd. Já, það myndi kannski auka líkurnar að það gerðist, en ákveður hefur það ekki gerst í Írlandi, ég veit það ekki, ég held að sé að mörguleiti svipað starfsumhverfi gagnvart þessum böngum þar og hér, það er lenduð þetta í miklu áfallum í sitt fjármálakerfi. Getum við tekið Írland til fyrirmyndar hérna í Íslandi á þess að gangi í Evrópusambandið? Skattastefnuna, já. Hún er mjög hagfelld, það er mörg af stærstu fyrirtækjum heims, erum starfstöðar þar og við værum alveg í færum með að laða einhverja starfsemi til okkar sem myndi skapa hér störf fyrir sérfræðinga og ég held að það er eitthvað sem við ættum alltaf að velta fyrir okkur vegna þess að við gríðarlega mikið af ungu og efnilegu fólki sem að fer í gott grunnnám hér og í mörgum tilfellum til útlanda í framhaldsnám í einum ólíku greinum og langar og vill búa á Íslandi og koma tilbaka og við verðum alltaf að reyna að hugsa hvernig getum við tryggt þessu fólki störf við þeirra hæfi. Þannig að já, þegar kemur því klálega getum tekið þetta fyrirmyndar. Sko, þú ert búin að vitni ágætis þátt sem við tókum þátt nr. 300 sem að Ólafur Ragnar Grímsson mætti í sem að einhver hafa nú hlustað á. Hvernig fannst þið kallinn? Það var eitt sem mér fannst áhugavert, hann talaði með hraðaupphlaup í utanríkismálum væri aldrei sniðugt. Ég fattaði svo eftir að hann var að tala líklega með Þorgerður Katrínu og okkar ásælista handboltakona. Hraðaupphlaup í utanríkismálum kannski ekki sniðugt? Nei, og ég held að það hafi ekki, ég held að vinni þessu máli, það vinnur ekki framgang
að við erum sem að takmarka þessu umræðu svona stóra ákvörðun. Það er margir sem segja að þetta er bara kikki pakkanmál en þetta er í rauninni, við erum að hefja aðlögunarferlið, ég er alveg sammálað þeim sem hafa bent á það. Það í alveg rauninni? Já, það er þannig, já. Þó að sé bara já í fyrsta? Já, og það mun kosta okkur eitthvað en við getum auðvitað bakka út úr og lagt fram samning og sagt nei en þú veist, þú veltiði fyrir ykkur, hvað verður stór hópur að vinna í því og meðal annars í aðlögunarferlinu og í samningaferlinu sem annars getum við verið að nota í stjórnkjörinu til þess að ráðast á taka til heimi á sér? Já, verðbólguna og vextina. Við vorum nú að tala að setja gamla bandið saman, fá þig og Sigga og Reykinn. Já, vá, þetta með Heiðari Guðjónsson inn og þetta getur ekki klikka. Já, þú var að hafa sannfæringu fyrir því sem þú ert að semja og ég hugsa, í mínu tilfelli, ég var ekkert alveg sannfæringur að ég var að ná einum góðum samningi. Já, bara til að slúta þessu, eins og þú segir, Þorsteinn Pálsson mætti svo fljótlega á eftir honum, við vildum hafa báða ása þarna. Ólaður með þessi 10 raundæmi sem segja það verið 7 en svona ef þú hlustar allan þáttinn þá þetta raun og veru 10 raundæmi sem var nefnir þarna og margir búin að gera því góð skil. Já, mér fannst mjög stór punktur hérna hjá honum þegar hann er að benda á eitt er bara að nágrannaríkin okkar er ekkit í Evrópusambandinu. Hann gleymir reyndar að nefna Írland. Já, ok, ef Írland er nær en Bretland en ok, en hinn punkturinn fannst mér miklu áhugaverðari það sem hann er að benda á. Það er ekkert Norðurlandana nema Finnland í evru. Og það er vesen þar í Finnlandi? Já, það er búið að vera bara efnaðslega búið að vera erfitt hjá hann. Og af hverju eru Svíar af hverju ákveða Svíar að standa fyrir utan af hverju eru Danir ennþá með krónu þó hún sé pegguð. En er það ekki bara sama að vera með evru og pegga? Ég held að það sé auðveldar að fara úr þessu samstarfi. Þetta er dönsk króna. Seðlarnir eru til. Það er bara í húsunum á fólki. Já. Það er miklu auðveldar að stiga þetta skref. Þú ert actually með þína eigin mynd. Já. Þannig að það er eins og þessum aðilum hafi hugnast að eiga þann valkost að geta farið út. Já, klart. Þá erum við að detta í riddarspurningarnar sem er jafnframt lokaliðurinn með langar aðeins að... Við þurfum að ljóseta þessum blöðum hjá Benedikt Ég skil þetta bara eftir þetta er aftur okkur gang það er ekki lindamál hér Faxa þetta inn á hvert einasta heimili Aðeins að vera hlutar fjármálaþjónustu Já, einfalt hvernig getur fjármálaþjónusta áfram stutt við hagvöxt og bætt lífskjör næsta áratuginn? Með því að tryggja bestu nýtingu fjármagns þannig að það leiti í verkefni sem að skapa ný störf og ný útlundsverðmæti og það er auðvitað lykil starf fólk sem starfar í fjármálageiranum er að meta þessa áhættu og setja og veita auðvitað með fjármagninu þarf að koma aðhald líka og eftirfylgni og þetta starf má ekki vanmeta. Talaður það aðeins áðan í því varandi ríkiseignarhaldið á Landsbankanum og sett að ríkið að taka upp sömu stefnu á norska ríki með DNB, skrá Landsbankan að marka með 3/3. Er það raunhæft? Algjörlega og mér finnst að ríkið er bara að móta sér eigendastefnu fyrir þessi stærstu félög hvort þú ætla að hafa þau á markaði eða ekki og hversu mikið eignarhlut ef þau eru á markaði og það er mjög áhugavert að ég las þessi eigendastefnu Noregs nýlega að norska ríkið á í fjölmörgum skráðum fyrirtækjum Statoil á einhver rúmlega 60 sem heitir Equinor núna ég man ekki hvort að 61% eignarhluti sem norska ríkið á en hinn 39% eða 31% sem eru þá skipta hendur í kaupöll eru í eigu bara stærstu verðbréfasjóða og hlutabréfasjóða í heimi og er lykilatriði að halda kaupöllinni þeirra virkri með erlendri þáttöku ástæðan fyrir að norska ríki fer í að eiga 34% í DNB er að tryggja það að höfuðstöðvar þessa stærsta banka í Noregi verði ávallt í Oslo eða Noregi á meðan að það eru reyka sín eigin mynd, norsku króna og að banki eins og Nordea eða einhver stærri evrópskur banki takja hann ekki yfir og það held ég að sé mjög góð nálgun ástæðan fyrir að DNB er skráður á markaði þau vilja að hann lúti sömu lögmálum og önnur skráð fjármálafyrirtæki reyndar eru flest fjármálafyrirtæki í Evrópu skráða markað. Mjög fá þeirra eru í einkaeigu eða ríkiseigu. Það heyrir bara til undantekninga.
þetta er rekstur sem að þrífst best í svona virku hluthafahaldi í gegnum skráningu þar sem að stjórnendur bera ábyrgð gagnvart hluthöfum, þurfa að kynna sín uppgjör ársfjórðungslega og kynna sína stefnu og það heldur öllum við efnið og ég held að þessi rök eigi bara mjög vel við Landsbankann. Heiðar viðræði hugmynd innviðafélag ríkisins það er spennandi eða hvað? Já, ég held að það eru fordæmi fyrir því. Það er nú aðlega kannski gert til þess að ríki geti staði í kröfturi innviðuppbyggingu á þess að taka það inn á efnarseiningin sinn og skekkja hjá sér hlutvöll og veikja lánshæfi og svo leiðis. Og lífeyrisskuldbindingar í Frakklandi eru utan efnahags en auðvitað er verið að tala um það en það er samt það er verið að tala um skuldahlutfall Frakklands í 150%. Franska ríki er aflaust og danska ríki eru með innviðafélög sem eru utan efnahags og þá er verið að taka tekjustreymið af þessum innviðum sem eru, við vorum með Hvalfjarðargöngin með tekjustreymi lengi og ég myndi gefa mér að Sundabraut verið með tekjustreymi og rauninni eyrnamerkja þessar tekjur þeirri fjármögnun sem kæmi beint inn í félagið og þangað til að búa að borga það fjármögnunu upp og þá má bara ráðstafa þessum fjármögnum í svona almennt viðhald og síðan til að greiða niður skuldir og þegar að búa að borga niður skuldirnar þá getur ríkið tekið þess eign til sín aftur eins og gerist með Hvalfjarðargöngi. Eða ekki. Þetta hear me out, bóða það út. Þá er þetta alltaf komið útboðsbúningin. Eða það, eða haldið áfram að innheimta og notað sjóðstyrmi að því til þess að byggja næstu göng og næstu vegaframkvæmd. En ég meina, eina reyndar að svona snemma, hvernig getur búið til enn öflugri Kauphöll? Fá Landsbankann í Kauphöll, fá fleiri ríkisfyrirtæki og smám saman vonandi með því að þau fyrirtæki sem eru þar eflast, komast upp með eitt flokk í MSCI vísitölunni. Við fengum erlenda banka til þess að meta þetta með okkur hvað það áhrif það hefði bara að fara upp með eitt flokk í MSCI vísitölunni myndi þýða bara að svona hlutlaus fjárfesting myndi aukast 5,5%, bara 8,5%, 9% upp í einhver 14%, 14,5% og síðan voru að tala um að virk fjárfesting geti orðið enn meiri. Ég held að ef við förum að kynna þessa Kauphöll sem norðurslóða Kauphöll, fáum inn færesk, grænlesk, kanadísk félög, jafnvel norsk frá Norður-Noregi og sænsk sem að finna sig ekki í þeim Kauphöllum sem eru þar. Þá aukum við áhugann, aukum áhuga erlendra aðila og eflum þessa Kauphöll. Það er annað skref sem við þurfum að taka. Ég rætti þetta áður við hófum þáttinn. Jónas Geir sem var síðast þetta, hann talaði um að alltaf þegar nýttir erlenda fjárfesta að það staldrar alltaf á sama bara, nei, treystum ekki innan gjaldmiðil og maður sagði þetta, það er hellings erlend fjárfesting. Heldur betur, við vorum að nefna eitt af stærsta verkfræðafyrirtækjum landsins var keypt af erlendu verkfræðastofu, Kóvi kaupir mannvit. Eina af stærstu lögmannsstofum landsins er núna komið í erlend eignarhald. Mikið af okkar lykil innviðum í fjarskiptum eru komin í erlend eignarhald. Við erum með erlend eignarhald að hluta til að helmingshluta í HS Orku sem dæmi. Allur gagnaversreksturinn og hann fari fram hér og kostnaður í krónum og raforkusamlingar reyndar í myndum örgla að og fjárfestingin fyrir hér í gegn. Við höfum séð innflutning á örgjörum frá Nvidia fyrir 100 milljarða síðustu 2 árum. Erlend eignarhald. Ég held þessi komin kanadískir lífeyrissjóðir að hluta þessu. Við sjáum að það er erlend eignarhald að Edition, bæði reksturinnum og byggingunni. En hvernig fá þetta meiri Kauphöll? Er 8% núna? Já, með því að annars svo eru bara svona ákveðin tæknileg mál. Við þurfum að birta betur upplýsingar gjaldeyrismarkaðinn. Það sýnir í raun ekki þá virkni sem er á markaðnum. Við þurfum að laga uppgjörsmál. Við erum ekki með miðla uppgjörs þjónustu sem er bara eitthvað svona lágmarks krafa sem erlendi fjárfestar að gera og svo þurfum við bara að ná við erum náttúrulega algjört útlægi eða útkjálki í þessari emerging market eða front, ég man ekki hvort það er þessari vísitölu, MSCI vísitölu sem við erum í emerging market að ríkin sem eru í kringum okkur eru allt öðrum staði efnahagslega og við eigum heima ofar og þið áttökur því að
Noregur, Danmörk, Svíþjóð eru bara í MSCI World Index sem að þýðir að meiri segja svona lítill svæðisbundu banki krútlegur sem er þó stærri heldur en við hann er með 40% eignarhald, erlent eignarhald Sparingsbanken Sør í Noregi 40% erlent eignarhald nice. Þannig að við má alveg geta komast þangað með 10 tíma og það er bara gott, það er gott að hafa átudreifingu, gott að lífeyrissjóðir geta fjárfest meira erlendis og það kemur erlend fjármagn inn í okkar hagkerfið, með þessu fjármagn kemur líka þekking og ægi sem okkur veitir held ekki af okkar lilla hagkerfi. Það er nú eitthvað frumvarp á þingi núna með að vera aðeins að Já, það verður að ringa og verður að setja inn skynsemisreglu. Já, við erum kukkinn. Nákvæmlega. Ljómandi gott, ég held sem bara konur í rittaraspurningarnar. Já, skjóttu. Í bland við almennar, já, ég ætla að fyrir með allri ábyrgð hérna. Það er svo þægilegt rittaraspurningar. Það er svo gott, það er svo svakalega gott. Guðmundur Ásgeirsson, hann byrjar hérna og spyr, hefur Benedikt sagt sitt síðasta orð í bífinu við Gunnar Baldvinsson hjá Almenna eða er hann að trekka í næsta högg? Hann er bara að hlusta þáttir. Við erum góðir hérna notar við Gunni og hans ævistarf er magnað bæði í rekstri lífeyrissjóð og eins í bara bókaskrifum og ég vissi það ekki fyrir en ég heimsóttan þar síðast með stjórnarformann Arion sem er hérna breyti, Pól Horner að þá fór hann að sína hann að bækurnar að vera þýttar á ensku og eru notaðar í kennslu þar á svæðum það sem að börn er að koma frá heimilu það sem að þau fá ekki næga fjármálafræðslu og það er út af fyrir sig bara stórmerkilegt mál en hérna Gunnar Bald má eiga vona á símtali framar og ég ætla að bjóða mér í kaffi og við tökum þetta samtala áfram þar því ég held að okkur báðum hérna gangi bara gott til að efla okkar gríðarlega mikilvæg og stóra lífeyriskerfi. Gunnar Áki, hvað veldu því að bankin neyti að nýta undan þá úrræði SI varandi 35% hámarks greiðslubyrði, jafnvel þó fólk sæki og hafi töluvert meiri getu til afborgana? Svör frá fjármálaráðgjafa voru þau að þetta væri einungis hugsað fyrir fólk sem er að standa í skilnaði en ekki fjölskyldur sem er að skapa sér framtíð. Ég verða að segja, Gunnar Áki nýtti þetta er að fallega verið hann sagði, getur við ekki að tala um bankastjórun og svaraði líklega verið nei. En hann ég fekk að tala um það. Ég skal gleða mig því að við erum bara á síðustu 2 fjórðungum í mjög auknum mæli farin að nýta þessa heimild og við erum komin yfir 5%, 6%. Hvaða heimild er þetta sem er að vitni fyrir hlustendur? Að við getum vikið frá þessari hvað heitir þetta endurgreiðslu byrðis hlutfalli eða skuldaþekju sem að þarf að uppfylla samkvæmt Seðlabankanum sem að var áður 40% og var lækkaninn í 35% ef mann sem tölur rétt en við megum lána á þess að þetta skilir sig uppfyllt 10% af nýjum lánum mega vera í þessu flokki og við erum í auknum mæli að nýta þetta og það er ekki bara fyrir fólk sem er að skilja, það er líka fólk sem er að endur fjármagni hjá sér skuldir í vanskilum og fyrstu kaupendur og fleiri, en auðvitað erum við fyrst og fremst að nota því að þetta er takmörku auðlind og nota gagvart okkar viðskiptunum sem hafa verið löngu viðskiptasambandi. Ásgeir Jónsson var í góðu viðtalendaginn, í fréttunum, hann var að tala um að það hefði ekki kannski verið markasett nægilega vel Lánþegaskilyrði heitir þetta. Já. Ásgeir Jónsson var að tala um að fólk hafi ekki verið að nýta einmitt þessi lánþegaskilyrði nægilega vel og bankarnir kannski bara ekki náða markasettu nægilega vel að það eru alls konar úrræði. Já, og ég horfi hérna á, ég er með tölur hérna alveg til, ásjónuslega til 2022, það er bara kippur í þessu ári, ég sé það. Og það kannski var eftir hvatningu frá Seðlabankastjóra. Já, mjög gott. Jón Aron spyr, eru verðtryggð lán verðbólgu hvetjandi til langs tíma? Nei, en að reka hagkerfi með tvær myndir overdragur króna sem er ekkert svo slæm ef maður horfir á performanceinn á móti dollar og pundi til dæmis síðustu 10 ár og síðan með verðtragur króna sem er bara sterkasta mynd í heimi og frábært að eiga að þá held ég að það að vera með 2 kerfi gerir ég veit að Þórarinn G. Pétursson ég spurði hann bara þessum daginn er ekki sammála mér en mér ég er á þessu skoðun, ég veit að Agnar Tómas Möller hefur fjallað þetta mál með sama hætti og nú var ég að bera veringu fyrir því að Þórarinn er þetta hagfræðingur en ég er verkfræðingur en ég er búin að starfa á þessu markaði 28 ár mér finnst þetta vera
til trafala og valda því að við förum þegar það kemur verðbólga og við förum að hækka vexti þá þurfum við að fara annarleg og hækka vextina aftur út af verðdýrakerfinu af því að þetta býtur ekki á ákveðin hóp og þannig að ég á þeirri skoðun og ég held að þetta sé þannig að láni nei, 2 kerfi já. En getur krútleg ríkisstjórn talað með að vera afnema minnka vægi verðtryggingar afsakið þegar hún kemur svo á sama tíma með frumvarp sem þannig að allir sem eru á bótum fá 2-faldan lás? Nei, það er mjög skrítið. Það er ekki tvískinnungur? Og það er sko, þessa tölu nefndi ég nú í svona spjalli á fundi daginn, þar sem að vera að ræða þessi mál að sko, ef við horfið á hópinn 18 ára plus í okkar hagkerfi þá er það þannig að 60% af þessum hópi hefur sínar svona mánaðalegu ráðstöfunartekjur eða svona megin ráðstöfunartekjur frá henni opinbera í formi launa, styrkja eða bóta eða úr lífeyrissjóðunum með lífeyrisgreiðslum. Þetta fólk er allt með verðtryggingu, ég er búin að lýsa lífeyriskerfinu, það er lífeyrir er verðtryggður og í einhverju tilfellum er þetta launavísitölu tengt. Við erum búin að fara yfir hvernig fjárlagagerðin er, þar sem að fjárlögin eru bara gerð með annar kostnaðar er reiknaður upp með verðbólgu og launaliðurinn er reiknaður upp með launavísitölu, þannig að það er eins og þessi bara einhvers konar innbyggð launahækkun gerði í fjárlögum. Þetta þurfum við náttúrulega að taka út og síðan er þetta bótakerfi sem er auðvitað komið hennar 2-faldan lás. Já, sorry Anna, ég veit, við erum að síðan setna hérna. En það er, þú veist, maður veltir líka fyrir sér sko, það er örgulega dálítið þægilegt að gera fjármálaáætlun sem að svo mögulega bara komin einhver önnur ríkisstjórn þegar hún tekur gildi að það er ekki ráð fyrir 3% launahækkun og línuna öll þessi ár. Það Guðlaug Þór búin að benda, það er ekki fræðilegu séns að þetta standi. Ekki með við síðustu árin, vonandi förum við að semjum aðeins svona skynsamari. Já, ég vil á að svara fyrir þetta bendi. Já, en sko ég held að Daði hafi meira sem bara þessum SFF fundi í dag verið að tala um það að laun væri búin að hækka hér langt umfram og þá erum við að tala um kaupmáttarráning er búin að vera langt umfram það sem þekkist í Evrópusambandinu, umfram það sem að þekkist í Bandaríkjunum sem er þó 2 sinnum meira í Evrópusambandinu og meira heldur en bara nokkuð staðar í hans sagði sjálfur að þetta eru bara hæstu laun í heimi. Já. Og það segir sér sjálft, ekki nema við finnum bara olíu eða Heiðar fær að finna eitthvað, kannski. Já, eða finna olíuna þarna út á Drekasvæðinu eða við finnum einhvern nýja nytjastofn eða förum að virkja meira, ég veit það ekki. Þá verður rökin fyrir því að það sé ekki innistæða fyrir þessu að verða alltaf sterkari og sterkari. Já. En heldur ekki líka bara, ekkert mál. Sko segjum sem dæmi, ef að við förum inn í Evrópusambandi, heldur að Evrópusambandi segi ekki bara, heyrðu, við erum ekki verið að taka við þessu mótili hjá okkur. Já, eins og Ásgeir sagði, leiðin er svo sama. Við verðum að uppfylla þessi Maastricht-skilyrði sem að reynda frakkar þurfum ekki að uppfylla lengur en við þyrftum allavega að uppfylla til að komast inn. Já. Þannig að við þyrftum að ná verðbólgu niður, við þyrftum að ná á einhverju raunhæfum. Og þá það var kannski eitt sem að Þorsteinn Pálsson sagði sem að ég veit að ýmsir neymenn voru svona nokkuð sammála sem töluðum að sem var að tala um kannski að kjörskilyrðin sem er bestu mögulegu skilyrði þegar að stýrivextir þá er þetta samt, hvað var að tala um 3,5% hærra heldur en í venlegu Evrópuríki eða eitthvað slíkt. Er kjör aðstæður hérna á Íslandi ekkert frábæra kannski með íslenska krónu samborið við Evru eða? Jú, en ég meina við erum að borga sjálfum okkur þessu vexti, við erum að borga með helmingina þessu vöxtum bara í lífeyrissjóðakerfið. Við erum ekki, útlendingar eiga ekkert hérna, útlendingar eiga 6% af ríkisskuldabrifum og ekkert af íbúðalánamarkaðnum. Þannig að ég myndi segja mögulega er það bara pínlítið styrkleikamerki að við erum að herra vaxtastig heldur en Evrópa, það þýðir að hér er meiri hagvöxtur, þá var það ekki 7% eins og það var og ávöxtunarforsendar var ákveðin helmingurinn af því, þá vonandi verðum við með meiri hagvöxt á næstu árum heldur en nágrannaríkin, bara út af þeirri einstöku stöðu sem við erum í á norðurslóðum, þessar auðlindir sem við höfum, þessa nýfundnu auðlind sem er mannauðurinn, sem að leist þess heldur betur á læðingi þegar bankarnir þurfti að segja upp starfsfólki og við vorum með allt þetta öfluga fólk bara í því, það fór að búið til ný fyrirtæki og skapa ný útflutningsverðmæti og það hefur skilað sér í því að þetta er 4. stoðin, þetta er 16-17% af útflutningsverðmætum í dag, eitthvað sem var ekki til fyrir 25-30 ára síðan.
og þannig að er ekki bara styrkleikamerki er ekki veikleikamerki að vera með svona lágvexti? Ég spyr bara á móti. Ég þarf að ringi Þorsteinn Pálsson. það þýðir bara meira atvinnuleysi, lægri kaupmáttaraukning og bara verri lífskjör. Já. Ég ætla ekki að trufla þetta. Ég svara með spurningu. Ég er ekki með svara við því. En líka punkturinn er, þegar við erum búin að laga allt sem Benedikt segir, þá mögulega segir bara, ætlum við núna að vera Evrópusambandið, við erum búin að laga allt hérna. Riddarspurning þessi frá sjálfur með riddar. Ég er búin að vera með nokkra með. Já, hún sko, og ég veit ekki, hún var ekki undirbúin, ég bara löst í kollunum á mér núna. Sko, nú erum við með þessi gagnaver. Erlend fjárfestingu upp og ég veit ekki hversu mikla peninga, mörg 100 milljarða að mér heyrist, sko 93 bara í fyrra held ég, sko. Bara í örgjöruna. Já, og svo bara í gagnaveri sjálf, ég myndi halda 15-20 milljarða hið minnsta, pluss að orkusamlingar sem verður að skila tekjum. Já, sko einsviðsmyndin sem teiknu hefur verið upp varandi framhaldið er náttúrulega bara að þeir gerðurinn tæki yfir langt flest surf og þá þurfum við að skattleggja öðruvísi og þá verður bara skattlaður tóken eða skattlega tókenótkun og væri þá ekki ef við fengjum gríðalegt magna vinslu til okkar Benedikt. Ég myndi alltaf það væri tækifæri þar ertu komið skattstofn sem við erum ekki að borga, þetta er ykkur út í heimi. Hvernig hljómar það? Þið þekkið nú söguna því að Írska ríkið, að því vorum að tala það með sína hagfelldu skattastefninga hvort erlendum fyrirtækjum, lendi svo í því að mér minnir að það verið Google var dæmt, ekki að því að Írska ríkið fór af staði þetta, heldur ykkur annað Evrópuríki sem var öfundsjúkt út í þessa fínu skattastefnu í Írlandi, að Google hefði verið að sniðganga skatta á Írlandi og þurftu að greiða einhverja eingreiðslu sem að voru, ef ég manni 15 milljarðar evra eða eitthvað, sem að fór inn í Írska ríkissjóðinn. Þannig að já, ég held sko á þess að það sé kannski rétt að tegna þetta upp sem einhvers konar eins og kallast á ensku vindfól eða hvalreka, að þá eru þetta ættu við að nýta okkur þann styrkleika. Ég var nú einnig nefnd sem að eða vinnuhóp sem að þrátt fyrir hryðorkulögin var sendur til Bretlands til þess að athuga Bretar væri tilbúin að kaupa raforku í sæstreng á. Komið ljós að það var miklu hærra verð heldur en við vorum að selja í stóriðuna hér en ok, látu það líka með til hluti að þá eru þetta okkar tækifæri til þess að flytja út raforku gjörbreyst. Við erum að fara að flytja hann út í formi ljósenda gegnum þessa ljósleiðara og ég held að sko ekki bara erum við kjör aðstæður veðurfarslega og staðsetningarlega séð, við erum friðsælt land og njótum verndar sko ekki bara Bandaríkjana, ekki varnarsamningin heldur velvildar og verndar NATO-ríkjana og Breta sem eru búin að skilgreina þetta svæði á milli Grænlands og Bretlands og þar með Íslands sem sitt aðal varnarsvæði í dag eftir að hafa verið einhver hlutu vegna Asju í allt mörg ár og þannig að við erum einstöku færum með það að laða til okkar þessa starfsemi, hún mun bara festa í sessi öflura hagkerfi fyrir okkur, meira mikilvægi sem því varnarlega sterkari stöðu gagnvart þeim ríkjum sem og fyrirtækjum sem að koma hingað, þetta eru þau mörg bandarisk en líka evrósk og búa til skattstofna vonandi sem að munum mögulega koma úr tókenum setna meir sem að munum standa undir velsæld því að ekki byggja okkar hagkerfi að taka bankaskatturinn taka peningana úr vinstri vasa og færa hann yfir hægri vasa. Þetta er í sömu buxunum sko. Já, það er rétt. Sessor, algengar áskoranir fyrir viðskiptavinna. Vannýtt tækni, fyrirtæki fjárfesta oft í lausnum sem að nýtast kannski aðeins að hluta ófullnægjandi innleiðing og gamli verkferðlar sem að leiða til handavinnu, bráðabirgðalausna og brothættra ferla. Einmitt. En þarna eru Sessor mættir til þess að tengja saman fólk og tækni. Já, og þeir eru kannski ekki hrifnir af þessum fyrirtækjum sem að eru að selja einhver kerfi sem er bara gott og vel, ágætis kerfi öruglega, en svo er þetta alltaf segja og nara, þeir fylgja þér allalið frá A til Ö. Rétt. Fröken Reykjavík, yfirkokkurinn hún Snædís Sísa, leiðir eldhúsi af reynslu, sköpunargleði og já, hún, þú veist, ástriðu? Nei, bara hún elda góðan mat. Hún gerir. Ég ætlaði bara að segja á hreinni íslensku, ég ætlaði bara að fá að
tala svo Benny Gísla í staðarendum. Já. Hún margverðlunuð og komst nýverið í úrslitakeppni Bocuse d'Or. Sem eru svo Ballon d'Or, sko. Já, það er ekki til að þetta hendar á sama hlutnum, Bocuse d'Or. Ykkur sem hún þjálfaði íslenska kokkalæslið tíma, þannig að ástyrja henni fyrir vöndu hráefni og góð mat. Já, hún er áþreifanleg. Já. Fröken Reykjavík. Í hverju munnbita á Fröken Reykjavík. Kvikmyndaskólinn. Kvikmyndaskóli Íslands býður upp á 3 námsbrautir, það kvikmyndagerðin, það kvikmyndatæknin og þetta kvikmyndaleikur og námið hefst haustið 2026, þannig að umsóknarfresturinn er núna út mánuðinn. Já, það er bara eins og í Bauhaus, það er bara til 30. júní til þess að nýta kóðan dark fyrir fría heimsendingu í Bauhaus, en það gildir það sama námið í kvikmyndaskólanum. 30. júní, skráðið strax á kvikmyndaskóli.is. Sút upp, útskrift, brúðkaup, sumarveisla, haustfögnuður. Skiptir ekki máli, súta upp græjar uppgjör starfsmann, nefndu það bara verður fítið fara og líka heilsaði bara upp á herramennina í sútu. Ég sá að Egill var að powerranka treyjurnar á HM, sko. Já, ég sá að gera það snildabrak snillingur bólolt fjör og svo þetta lengjan settu spennu í leikin á lenginni og tippaði á HM settu spennu í leikin, það eru nefnilega ýmsir leikir á HM sem er ekkert sérstaklega spennandi og þá er nú gaman að gera það spennandi með lengjunni. Rétt, David Jones nýtt uppáhald hjá þér, Birkir. Passion fruit. Já, það er gott. Ég er í þurrka mangóinu með chili. Mér finnst það rosalegt. Já, hljómar heldur vel. Ég verið enda að smakka en ég þarf að gefa þið kannski aðeins betur. Ég líka mætti upp á skrifstofu með það í gær, sko. Það var þetta mikla lukk. Já, vel gert. Það var slegist eini áfællstómurinn á mangóið, sko, eða sem ég fengi, sko, að vera hvert í mér, það er bara alltaf lítið sem póka. Já, ég veit, já, það er bara vesla fyrir. Þetta er fljótt að hverfa og svo þetta frumeri, ekki að góti í óvissuna, ekki að minnsta kosti með hvað sem er í eftir dræði, því að frumeri sko hjólísi, fellísi og tjaldvagna, eða sem og bíla. Já, og allir með 6 og 7 endastaf að drífa sér, sko. Yngvi Georg spyr hvort fer hann í ansjósur eða sardínur á fossinum hans auðla blöð. á fossinum sem Blöndu var ekki ánað með þetta? Nei, þetta er yellow. Já, ég skil þetta er á pítsuna. Nei, fossin fossin er ekki að borga okkur, Yngvi, við gerum við að greiða. Þetta er orðið hverri staðurinn hann í Fossvöginum. Já. Sem býður bara upp á skrýtna hluti, bara meðal sardínur og ansjósur og Yngvi er auðvitað í kvótamilunni, sko, þannig að hann vil koma sínu fiskja. Já, ég er ansjósur. Já, ég er þar. Ég er ég prófaði ég verið að ferðast aðeins svona svæðin við Miðjarðarhaf, miklu ansjósumenn. Já. Og búið að baða þetta upp úr svona smá olíu og jafnvel kluði einhverju tómatsósu eða eitthvað á þetta. Það voru svaðalegt. Já, það er ekkert betra. Ég vona fyrirgefa mér það er ekki með tegninguna. Unnar Páll spyr, er Gauti Þormar sonur hans? Jók. Ég googlaði hann, þeir eru alveg eins. Mjög líkir. Þeir eru bara alveg eins. Já, góðan daginn. Þetta er sonur þitt. Já, ég sýnist það. Sko, en ég á, það er margir gantast með það þegar ég var að vinna í góð fyrirtæki sem heitir FL Group, þá var kollegi með þar Örvar Kennesteð og í ársskýrslu FL Group fyrir árið 2007 þá vorum við sminkaðar á sama aðlanum og fórum í ljósmyndun hjá Aramagga og útkomar var að við vorum bara þessu tvíburar. Og ég meiri að ég hitti einu svona Örvar á flugvelli með fjölskyldunni og börnin fór að hlæja þegar það sá okkur saman. Það var ekki hittu sjaldan hittu og langt síðan og það finnst þetta merkilegt en ég greinilega á með nokkra tvífara og sumum veit sem er ekki á, ég vissi ekki af þessum Gauta, já. Sá er heppinn á Gauti. Hvað gerir hann? Gauti Þormar, það er spurning. Hann er hlýtur að vera bankastjóri líka. Hann hjólar allavega samkvæmt Google hérna. Og allavega glæsilegur útliti. Já, sannlega. Gerðir Hrafn spyr þar sem samrunni Kvik og Arion mistókst, hvað er þá næsta skref hjá Arion til þess að stækka? Norðurslóðir, gott svar. Gísli Þór spyr skemmtilegasta verkefni sem BG hefur tekið þátt í? Haftalósunin. Svakald, aðeins farið við það. Já, hvort mál. Ekki nóg með það að sko
hafa verið treyst sem var náttúrulega bara einstaklega út af fyrir sig, hafa verið treyst fyrir því að fara í þetta verkefni og verkefni var þannig sko í grunninn að við vorum verktakar eða sko við vorum ekki ríkisstarfsmenn, þar leðandi ekki með beina tengingu við neitt ráðuneyti eða slíkt, heldur utan að koma til ráðgjafarinni, þannig að og við erum okkur hendin á algjörð sprengjusvæði þar sem eru fyrir stærstu vogunarsjóður heims með bestu lögfræðistofur heims að vinna fyrir sig og hver einustu mistök hefðu getað kostað ríkið krók, en af því að við vorum hálf umbóðslausir, ekki starfsmenn heldur einhvers konar ráðgjafar á einhverju bara ráðgjafa lágum verktakagreiðslum, þá komist kröfuhafarnir að því að þetta var raunverulega eina leið þeirra til þess að eiga einhverjum samskiptum við íslensk stjórnvöld, við varum málpípan eða milliliðurinn, án þess þó að það myndi myndast einhvers konar krókur, því ef við hefðum farið út á sporinu, þá hefði ríki bara sagt upp samningum og sagt þeir voru umbúðslausir, þessir aðalar. En að vinna þetta verkefni síðan með aðalum sem að ég þekkti vel til og var mikið traust á milli og hvernig það var unnið með lífbúkætt, þar sem að við vorum auðvitað með stöðuleika skatt sem að var prikið, hótunin, en svo vorum við með gulrót sem að fólst í því það var að borga þetta stöðuleika framlag og það var í boði ákveðna lagabreitinga sem gerði það verkum að þessi slittabú gátu farið og klára nauðasamninga og byrjaði að greiða út endurheimtur úr búunum og það hefur kannski ekki mikið verið talað um þetta en í dag eins og kom fram á þessum viðburði þá voru þetta tekjur fyrir ríkissjóð upp á 830 milljarða að raunverið í dag sem svona cirka bát svo sama tala og var varið á COVID-tímanum og Reykjanes eldunum til þess að styðja við okkar hagkerfi og þá sjáum við að við værum í miklu veikari stöðu ef við hefðum ekki náð þessum peningum tilbaka segja vegna þess að seinna reiknuðu Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri og Hersir út að með þessum stöðuleikaframlögum og fleiri ráðstöfunum þá hefði ríkið í rauninni náð tilbaka meir en öllum beinum kostnaði sem að hlaust af fjármálahruninu. Þetta er óbeitt kostnaður víða í hagkerfinu og ennþá á fyrirtækjum og einstaklingum gegnum þennan tíma sem að vera kannski eru gróin en sjást en við náðum þó þessum kostnaði tilbaka og það er ástæðan fyrir því að við risum mjög hratt upp þvert á það sem að Grikkland upplifði sem að tók mörg ár að ná sér að stryka aftur. En ég held að við erum Kúpa Norðursins sko og það var hlegið að Sigmundur Davíð þegar hann mætti í Kastljós og sagðist að fá þessa peninga tilbaka. Já, hann sagði 300, þetta voru 830 og rauninni meira vegna þess að bankaskatturinn var hækkaður, hann laðist á slitabúin, það hafi ekki verið ykkur 40 milljarðar þar í viðbót sem við erum ekki að telja með 40-50 milljarðar í viðbót. Þetta var ævintýrlegt verkefni, ég get ekki lýst í hvað maður var glaður, ánægður fyrir hönd þjóðarinnar, stoltur að því að kynna þetta í júní 2015 og klára þetta undir áslokk 2015 að þetta skildi hafa tekist og það voru ekkit bara við, það voru fjöldi fólks í stjórnkerfinu í Seðlabankanum sem að lagði hönd á plóg, bara skrifa eitt svona skattafrumvarp tekur þið viljið ekki fara inn í pulsugerðan og sjá hvernig það verður til en ég held að við verið yfir 100 eintök til að þessu frumvarpi á hann að það var tilbúið sem dæmi greiningar sem að við fengum utan að koma daglega til að vinna og ég held einstaklega gæfusum að hafa fengið aðeins og Líbúkætt og Ann Kruger sem að var nú ein varnarlína í málinu, hafði verið aðstofaframkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og 80, ég held að sé enn á lífi en var 82-23 ára þegar við vorum í þessu og var grjóthörð, tók hvernig einasta slag, við tókum meira sem við þurftum að rökra þetta mál við norrænu skrifstofuna hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum þar sem var á þeim tíma norskur aðili, gamall hermaður sem fór fyrir skrifstofunni og hún bara, þetta Ísland hefur forræðið þessu máli, skiptu þér ekki af, það verður farið eftir alþjóðalögum og það er eins gott að þú bakkir þetta upp. Og svona var, og ef að kröfuhafarnir voru að reyna að fara í gegnum til dæmis innanríkisráðuneyti í Bandaríkjunum eða fjármálaráðuneyti í Bandaríkjunum að kvart yfir, þá hefðu sá kannall verið inn í Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, inn í aðstofaframkvæmdastjórann sem alltaf bandarískur. Hún stoppaði það líka. Þannig að þetta var í alla staði bara
einstaklega, það var einhver gæfa yfir þessu verkefni, þetta átti að leysast með þessum hætti og hérna út úr þessu kom ekki bara þessi peningar inn í ríkissjóð, hluta af því fór meira sinni í LSR B-deildina og það er þrátt fyrir það 1000 milljarðar gat að vera enn starra ef þessi 115 milljarðar sem fóru þangað hefði ekki komið þangað en hérna þá náðu að fara ekki framkvæma þess að skuldaleiðréttingu við efnaðseiningar heimila löguðust, það var tiltrú fólk var til í að fjárfesta á ný, bara fjárfesta til í húsunum sínum, endurbæta það þannig að þú veist, það var þessi svona tilfinning fyrir eignarétti og bara verðmæti eigna, sína eigin eigna aftur, held ég, aukin og hagkerfið fór í gang. Sama tíma voru við svo heppin að fá þetta hefðalla gos sem var reyndar byrjað og rauninni var verkefni var þannig að við vorum bara alveg síðasta snúning staðan í hagkerfinu var orðin það góð að rökin sem við vorum að nota fyrir að taka allar þessu peninga, þau voru alveg að vera búin. Það var að síðasti séðs. Ég segi bara thank you for your service. Já, thank you for your service. Takk fyrir þetta. Já, líka gott takk fyrir að taka yfirferða hérna. Já. Gísli á hérna nokkrar. Það er skemmtilega Gísli. Þökkum hún líka fyrir að hann tók reiki líka á strauja þannig að það taka bensuleika. Munum við geta tekið 25 ára overtritt lán á næstu árum? Já. Samfærður. Hvaða gjaldmiðil myndi BG hafa á Íslandi að hann mætti velja? Verðtryggð íslenska krónu. ef ég á eitthvað, verðtryggð íslenska krónu, ef ég skulda, ég veit ekki, Kanadadollar eða eitthvað. Já, ok, reyndar Heiðar hefur alltaf talað að við getum hringt til Bandaríkjanna á morgun og tekið upp bandarískan dólar, hættum að tala um Evrópusambandið og evru, er það eitthvað sem þú verður spennt fyrir? Ekkert endilega bandarískan dólar eða eitthvað annað? Já, ég held Heiðar hefur talað um þetta lengi, það eru samt hérna, það er alveg fordæmi fyrir því að þú þarf að hafa rosalega aga og þú mátt ekki vissa vinnumarkaðin út á sporinu einast andartak, en svo gerist það bara þú fær stjórnvöld sem að missir kannski aðeins sjónar á þessum aga, þá lendir í vandræðum. Puerto Rico var að operera þannig, lendir í vandræðum. Það eru ýmis af þessum Suður Ameríku ríkjum að þessi muni nákvæmlega, Ekvador held ég, fleiri lönd sem hafa lent í vandræðum með svona einhlega upptöku vegna þess að þú hérna passar ekki upp á þannig aga. Við erum hins vegar og Heiðar kendi með svona fljótt eftir ég kynnist honum fyrst í menntaskóla og fer svo að starfa fjármálamarkað það sem hann og ég hlustaði vel þegar hann var að tala bara að selja íslensk ríkisskuldabréf sem hann gerði einstaklega vel og á tímabili voru vextir á Íslandi mjög lágir bara einfallega vegna þess að hún tók svo vel að selja erlendu fjárfestum íslensk ríkisskuldabréf en þá var hann að selja aðilum þá hugmynd að bakvið hennan þessu örmynd væru endurnýjanlegar auðlindir, það var það sem ég byrjaði nóttina á að tala að hérna það er þetta prótín og sjálfbærar fiskveðar og síðan er það bara vassaflið og jarðvarminn og allt þetta. Þannig að þessi mynd okkar er það bökkuð upp með góðum auðlundum og þannig að maður getur kannski sagt að við ættum þá auðveldara með að taka upp einhliða einhver aðra mynd. En það er alltaf flókið. En finnst þér að skárri kostur heldur en Evrósamstarf? Já, ég held að sé einfaldara. Hitt væri bara að gera eins og Danir þá, bara pegga einhliða við einhverju mynd, en halda áfram íslensku króna. Já. Þá getum við hoppað út úr í pegginu við missum agan. Er Benni góður í laxveiði? Já, mér finnst mjög gaman að veiða. Ég var reyndar svo heppinn að fara nokkuð síðustu ári í opnunni norður á. Það var mjög gaman, veitist ágætlega fyrstu vakt. Ég veit hins vegar ekki. Nei. Ég veit ekki hvort það er marsum að ég sé ekki nú góð veð maður, en mér finnst það rosalega gaman. Já. Ég fæði mikið út úr því að stunda veð. Staklega ef maður er í góðum félagskap. Já. Það skeið mér ekki. Nei. Vélaverkfræðingur. Vildi hann ekkert hanna flökuna vélar eða var alltaf fjármálagerinn málið? Það atvikast þannig, það voru bara bestu störfin þegar ég var útskrifast 98, það var atvinnuástandi, var ekkert spes, ég man að 97 var til dæmis, það var bara alltaf ströggl fyrir verkfræðinga að fá vinnu og 96 enn erfiðara og hérna þarna voru mér bauðst að fara að vinna fyrir hérna fjárfestingabanka atvinnulífsins
það sem að bankastjóri var 30 Bjarni Ármannsson í mjög skemmtilegu umhverfi seinna þegar ég var búin í þessari haftaverkefni og var reyndar viðlóðandi skráningun á Arion banka og var komin inn í stjórn Arion banka og Höskuldur Ólafsson hættir bankastjóri og ég eitthvað að velta þessu fyrir mér og var að ræða þetta konuna mína og þá segir hann, býtu, þú hefur aldrei unni við verkfræði, þú kannt ekkert í verkfræði þú einu svo kantur að vera bankamaður, þú okkur sækir ekki Já, og rest is history. Rest is history. En það kannski að því að við erum talað kannski störf og annað, ég meina fengi Heiðar Guðjónsson eins og Jón Ásgeir sagði aðra hverja viku hann hefur aldrei talað að störfum muni fara fækkandi í fjármálageranum ennþá spennandi fyrir ungar hlustunnar úti að fá að vinna í fjármálageranum eða eru þið bara að horfa í að hagræða núna? Nei, ég held að það sé mjög spennandi eins og ég sagði, ég held að störfin breytist og þau verða tæknivættari, ungt fólk ég sé það á því unga fólki sem kemur vinna hjá okkur að það er oft aðdánuvert hverju þau áorka að þau kunna svo vel á að nýta sér tæknina og koma ótrúlega miklu í gegn og eru með annan vinnulag þannig að ég vona bara að við fáum að njóta þessa öfla unga fólks áfram og ég get lofa ykkur að það verða störf í boði í þessum allavega hjá okkur og ég held í geranum fyrir og tala ekki okkur tekst vel með norðurslóðir förum að sinna fleiri svæðum og förum í hvað við segja bara sjálfbæra útrás mamma nota það orð útrás útrás til Færeyja Já, það eru 3 eftir ritturum með Friðrik Lundarspil ef þú mættir breyta einu í íslensku bankakerfi á morgun á þess að hugsa hagnað bankana, hvað væri það? Taka verðtryggingun út. Alltaf. Já, hann með 2 aðra góri. Ég ætla bara að kalla þetta. Benedikt Gíslason, þetta er búið að vera frábært kvöld. Við ætlum að fá eiga sér blöð hjá þér. Þetta er búið að vera æðislegt kvöld. Halda áfram að gera frábæra hluti fyrir hluthafa og þjóðina. Takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna, Benedikt. Takk kærlega fyrir bjóða mér. Gaman að vera með ykkur.